þá Dói mættur. Já. Vel marinerar og flottur. Heyrðu, en drengir, það sem við ætlum að gera í kvöld að fara yfir alltaf helst það sem gerist á leikjárunu 2022. Verstu leikina, bestu leikina, mestu vonbrigðin. Bara það sem að var í raun að gerast, hvað var stærstu viðburðirnir. Við ætlum að skoða mím ársins, drengir. Og klippur ársins, skoða gamla klippur. Og svo fullt af svona óvæntum atriðum. Þetta ég kann að mynda, sko. Það er líka, nú komið ár sem við gerum þetta fyrst. Það er ár síðan að Dói fór í fyrst skipti inn í Tryggva, til dæmis. Nei, það var ekki þá. Og ég var að spáði, sko Tryggvi, núna ert þú að mæta annað skiptið í eitthvað, svona. Já. Er þetta lengsta svona alvarlega commitment sem að þú hefur verið í? Já, ég held það. Ég er ekki mikið fyrir löng og alvarleg commitment. Ég skil ekki tilgangin í þeim. En svona einu svona ári að mæta bara í pilsuna? Já, þú veist, sko, það er gaman að mæta í pilsuna. Þetta er frægt slókan. Af hverju pitsan svo langt í burtur? Það er ástæða fyrir því. Hún er ekki eins og að mynda, sko, samband við langlóku, sko. Þetta er með svo lítið attention span, sko. Herru, sko, ég og þú erum búin að vera hérna í þessu í 5 ár, Ólafur, sko. Já, ég veit það. Já, ég er búin að vera í 25 ár. En Dói, þú spyrir að pizza svo langt frá þér. Manstu í jólaþættinum? Þið kláraði pizzuna. Sem átt að vera á borðinu sem props. Fór aldrei á borðið. Þið sögðu ég mætti borða það. Ég sögðu að maður mættir fá þér, en ekki... Er það þess vegna sem eru 3 props? Já. Herri, það. Dói kláraði allt. Og sko, þetta eru allt alvöru. Þetta er ekki sérsta. Kerum í þetta. Já, þetta er alvöru. Herra, þess maður geta, við erum í beinni þetta frá Arena, erum í Rísi stúdíón og þökkum kærlega fyrir að hafa lánað okkur þessa græjur. Hér líður okkur vel, drengir. Já. Og ég ránaði með þetta setup. Það er pakkar hérna sem voru opnar eftir, Kaldarion kom með pakka, Siggi G kom með pakka, okkar allra bestu mennir og farnir að sko, heimsækja okkur prísjó og kom ekki afir. Tasty komst ekki inn. Er þetta fyrir mig? Nei, þetta er bara minn. Nei, en það er pakki, það er það pakki fyrir þig. Ég fekk engan pakka. En býtu, er þetta pakkin þinn? Nei, þetta er pakkin minn. Og ég þennan pakka? Nei, þú færst svona gjafabréf. Þú færst engan pakka. Hvað er fucking skeirna með þér? Ok, ég er ekkert sár, en skilu, þú átt skilja alla pakkana? Já, en talandi pakka, hvernig voru jólun áramótið á þér, Dói? Herra, þetta voru frábær jóla áramót. Við þurfum að fá framhald af stóru pakkasögunni. Herðu, já, ég hafði samband og kvartaði. Já. Fekk afsökunum við henni. Fyrir fólk sem sá ekki síðast, segja hvað gerist. Herðu, ég panta mér á netinu jólagjafir. Já. Og hjá okkur ónefndri sendingaþjónustu. Íslensk fyrirtæki. Íslensk fyrirtæki sem sendir gjafir heim. Kaupir þær og senda þær heim. Já. Kaupir gjafir og þá senda heim. Já. Og þegar við erum að tala bara vikunni og þú kaupir þær. Við tala bara vikuna fyrir jól. Vikuna fyrir jól. Þá koma þær með stóru bílabröðunum sem ég keipti handa yngsta stráknum mínum. Sem er einhverjur og rosalega spennt fyrir jólunum. Og láta konuna mína fá gjöfuna fyrir fram á barnið. Já, ekki neinum umbúð. Ekki neinum umbúð, hann bara réttir gjöfuna til hennar. En hann hefur kannski haldið að hún væri svona, þú veist, svona petrolhead og var að kaupa sig bara... Petrolhead? Já, bara að trýta sig fyrir jólinn. Íta bíla. Eitthvað veikur. Elska bíla. Hvað er að því að stelpa sig petrolhead? Já. Hvað er petrolhead? Byrja þú á að vita hvað það er að hún fyrir að kalla fólk. Hvernig veist ekki hvað petrolhead? Það er ekki til sem heitir petrolhead. Allavega hana, krakki náttúrulega bara brjálaður, jólin er ónýtt. Rólegur. Ég er rólegur! Já, allt til það. Þetta reddaðist. Herru, vá. Og þetta byrja vel. Ég þarf bara að fá pizza. Kannski. Já, þú fær pizza. En þið, Dreki, hvernig voru, gaman að þetta vel, en hjá þér, Tasty? Bara mjög huggulegt, kósí, allt of kósí. Af hverju þetta ljúga? Þú varst að segja okkur áðan, við vorum að borða það hérna fyrir þáttinn. Að þú hefur verið veikur og ógeðslegur öll jólin. Já, ég var veikur á einhverjum tímapunkti, þess fyrir utan var ég upp í rúmi, eða upp í sófa, eða fyrir fram tölvuna að borða. Þannig að það var alveg eins og vennilega. Bara alla daga þannig. Já, en þú veist bara, þetta var ekstra mikið, hreyfði mig ekki neitt. En nú er hérna pappið nýraðið, var síðan Ísa bara í öll málið? Hvað ert að fokk? Nei, hann er ekkert nýraður, hann er 81. Já. Halló? Já. Hvað er að þér? Já. Það er 9 ár. Hvað veistu? Já, ég mitt, það er bara, já, munnur og kúk og skýt, það er bara það. Nei, herru, það er háklassa rjúpa á Christmas Eve og hamburgerryggur. Ok. Hvað er þið með jólamatinn? Já, með hamburgerrygg.
Hamborgarrygg. Það hryggur á mér, sko. Er ég eini rjúpumaður? Ég hefði verið í rjúpu, hefði ég verið... Herri, já, okkar allra besti Benni. Okkar allra besti Benni. Þetta var agalegt. Agalegt að gleyma honum. Hann er náttúrulega tæknimaðurinn hérna í kvöld. Það stýrir sig ekki sjálft. Ég googlaði fyrir ykkur petrolhead, bara svona til þess að fá official. Þetta er someone who is overly fond of their car or motorbike and enjoys showing it off and making noise with it. Já, rúm. Hvað tengist það bílabrautum? Jú, ég meina það eru bílar. Bílar og brauð. Það eru bílar á bílabrautum. Getum við bara, þú veist, haldið áfram? Já, höldum áfram. Þetta er feibúl. En Kristján, hvernig voru jólin hjá þér? Bara æðisleg. Já, hvað gerði þau svona æðisleg? Bara, ég er algjört jólabarn. Ég elska góð jól. Já. Góð jól. Og svona sérstaklega í seinni tíð eftir ég fór að halda þau sjálfur. Þá, þú veist, þá alveg bara fór ég að elska ennþá meira. Ég náttúrulega, þú veist, eins og Tryggvi upplifið sín í gegnum Óðinn, þá upplifið ég mín í gegnum börnum mín og þannig að var það ekki fyrra sem að kötturinn fór frá þér jólin? Jú. Þegar hann fór í fyrst, sko. Eða búin að fara aftur? Já, hann er búin að fara 2 ári viðbót eftir það. En hann kemur alltaf aftur? Ég sækja hann á endanum í annað hús. Hann endar alltaf aftur hjá þér. Já, en engar áhyggjustrákar, hann er læstur inni núna. Það er búið að setja lás á rúðuna. Þetta er svona It's a prison. It's a prison right now. En allir sem að sé köttið, þeir lesa náttúrulega augun á honum hjá, vantar þetta LOP. Þannig að þeir halda að þetta sé bara hjá mér. Þeir skinni ekki hættuna, sko. Já, en sko, aðfangadagi fyrra, þá voru búin að týndur 9 daga, þá fann hann. Já, ok. It's a Christmas miracle. Já, það er frábært. Já, ég veit, það var mjög. Kristján, þú talar um að elska jólun. Hvað elskar þú við jólun? Hvað er það sem þú elskar við jólun? Sko, ég get eða ekki svara einum að verða bara eitthvað væminni eða leiðilegur eða eitthvað. Já, bara kottum með það. Elskar það allir. Þetta er bara, ég veit ekki hvað það er. Það er bara, þú veist, aðfangadar er bara upp á staðar ásins hjá mér, sko. Já. Og þú veist, ég skal viðurkenna áður fyrir var það alveg bara I need them gifts. Já. En í dag, það er bara eitthvað svo mikið, bara, ég veit ekki, bara eitthvað svona gleði í loftinu og eitthvað og þú veist, mér finnst ógeðslega gaman að elda jólamatinn. Já, Nostra við hann alveg lengi og vel, sko. Þú ertu ekki með ryggað? Jú, en ég ger allt með og þú veist, þetta er, því segir Nostra við eitthvað vel lengi. Opna bauðnar, setja í skál. Setja nýjapurinn. Það er eiginlega mesta vesinni við að elda hjá mér, það er að opna rauðkálið, það er helviti erfitt að lokin af. Það er, þú veist, reyndir hníf undir og það er eitthvað. Setur þetta ekki undir heitt vatn, eða? Nei, er það hægt? Já, þú setur, ef þið er með tappa eða bara snýrð þessu? Já, ef þið setið undir heitt vatn, þá tútnar þetta út og þá getur þið skrúða. Já. Halló? Vó, herra tútnað út. Hei, hugsaðu mig næstu út að opna rauðkál, skilur við. Já, þetta maður bara tútnar út strax. Slakað á, sláttu tíð. Herðu, já, það er gaman að því, þetta er hátilegt. Nefna hjá Dóa, með þessa bílabraut. Hvernig, já. Hann tók þetta í sáttin í endanum, sko, en þetta er samt illa gert. Er einhverju, áhverju fjast ekki bara til að dáliða barnið? Þetta er ekki í bílabraut. Já, að dáliða barnið? Já, bara láta hann glemma þessu. Eða, þú hefði náttúrulega líka getað farið bara í full-on vombriðin og hendi í eitthvað svona, nei, þetta er hann að frenda hennum. Og látið hann halda, hann væri ekki að fá neitt og þú veist, eða gera það næst og panta eitthvað alveg glatað með sömu heimsendingaþjónustu. Þannig að eiginlega sama hvað hann opnar eftir það og verður það frábært, sko. Já. Þú veist, rafmagnstambusta eða svona fartölustand eða eitthvað þannig. Hver gefur rafmagnstambusta? Já, eða fartölustand. Hvað varðum rafmagnstambusta? Er einhver bara sem gefur rafmagnstambusta? Ok, ég gef konunum minni rafmagnstambusta í jólagjöf. Nei! Áður en þið segja það, þá ger ég það. Og hver er notan af rafmagnstambusta? Ég er notan af rafmagnstambusta. Deilur tannbusta með konunni? Heyrðu, Notið sama tannbusta? Heyrðu, ég er með eitt annað dæmi rafmagnstannbusta. Ég er að horfa á þætti sem að var alltaf til aðspilum sem heita 90 Days. Þetta er svona bara eitthvað 90 dagar til að gifta þig, eitthvað fólk... 90 Day Fiancé? Já. Heyrðu, einn maður í þeim þætti sem er algjört meganörd. Hann gaf konunum sinn rafmagnstannbusta. Ég gaf rafmagnstannbusta? Af hverju er þetta skrítið? Við tannbustum okkur öll. Heyrðu, ég get sagt þér eitt. Það þurfti að stoppa tökur á þættinu og barða hann. Nei. Jú, í alvöru. Barði hún hann? Já, og hún sagði bara rafmagnstannbusta. Og hún sko byrjaði að grýtaði í hann og svo ætlaði hann að hjóli í hann og það bara tökulegði fólk í 90 Day Fiancé er ekki heilt á geði, sko. Nei, en það kaupir það rafmagnstannbusta og gefur í jólagjöf. Þetta er mjög falleg gjöf! Svona tannbustar voru vinsalega fyrir svona 20 ári síðan í 1 ár. Þetta er alveg gett gott núna. En ég er að nota þetta. Ég er að nota þetta. Eru hérna, á hverju þú að nota hann? Sko, hún sagði mér að hún vildi ekki nota hann
Af hverju? Það er bara svona óþægilegur. Þannig ég byrjaði bara að nota hann. Alveg sem á úrið sig í gamli fyrra. Guð minn, alveg máttur. Það virkaði ekki í símanum hennar, þannig að ég bara að nota. Alveg Homer Simpson. Þetta minnir mig á svona þegar pabbi, hann gaf mömmu ekkert á flugveiðistöngur en það fá hana með sér í veiði. Svo virkaði það alltaf ekki, en á ótrúlega hendugan hátt var þetta akkurat sko línuþyngdin sem hann átti ekki. Í sama setti, sko. Ótrúlega heppinn. Það er merkilegt tilvíli. Já, þetta bara stundum þetta svona. Konan þín þolinmóðust bara manneskja í heimi. Hún æðisleg. Hún ótrúleg. Fólk vil sjá, sko, konan stóð komin í chatið, segi bara really. Þú veist, hún náttúrulega bara, þetta hvernig tannburstar dói sig, verið að spyrja, eru margar hraðastillingar á þessu? Nei, það er bara ein hraðastilling. Já, er þetta ódýribustin? Já, ok. Ég er ekki að dæma, ég bara... Af hverju? Hún er í chatinu. Já, ég veit það. Hún fréttar að það var ódýribustin. Maður hefði haldið að, eftir að þess að þróna verið allan að koma 3-4 hraðastillingar. Það er ekki stillingin, sko. Það er hvernig, sko... Nei, sko, ódýribustin, hann rífur tannholt og þú veist, hann er bara... Ég get staðfest að þetta er geggjaði busti, sko. Úr hverju eru hárin? Er þetta hestahár eða er þetta... Þú veist, er þetta úr einhvern sem vinnur í tæknistjórn eða þú veist, hvernig er þetta? En naflahár, hvað er það? Nei, þú ert einu maðurinn sem ég þekki sem er beðið hár til að taka tönnum aðeins. En hérna sko, þannig að þú gafst henni jólagjöf, þú notar jólagjöfina, þannig að eftir situr engin jólagjöf. Þú skuldar neila jólagjöf. Nei, hún þekkar að jólagjöfina, ég er bara að nota hana. Ég held að þú ættir að fara með þennan pakka bara og gefa henni hann. Nei, við líður þess að hún fái lyklaborð á næsta ári. Ef ég þekki árundu geimt við rétt, þá er þetta ekki eitthvað við hæfi sem ég get gefið konu. Það er engin fræðilegur sko. Ég held, út í að við erum með Dóa upp á öxlinni og berum hann svona í gegnum árið. Við ættum bara að taka okkur saman og gefa Jóhannu jólagjöf. Já, ég er alveg til í það. Sko, hún var að skrifa Halldór í hástöðum í chatið. Hvað? Konaðinn. Hún var að ná tíðin. Hvað gerði ég? Þú veist, ég veit ekki, gafst henni rammast tannbursta, myndi ég halda. Nei, það eru tvær hraðastillingar. Já, eru tvær hraðastillingar? Já, okay. Eru þið bæði að nota hann? Nei, hún nota hann bara einu sinni, held ég, það ekki? Erstu nokkuð, já. Hvað er að ske? Ég vil ekki vita meira. Þetta er bara að þakka fyrir. Já, hvað gafst þú konu þinni þyrst? Nei, ég átti ekki konu. Herðu, það sem við ætlum að gera... Hvað er fucking... Hvað er ég til ára sinna? Við vorum að skemmta okkur svo vel að gera grína Dóa. Já, ég bara mundi þetta bara þegar ég þurði. Ég bara allt í einu, bara allt í einu. Ég hef búin að gleyma þess. Gafstu Óðinn jólagjöf? Það er ein manneski í þínu lífi sem er köttur og þú gefur henni ekki einu svona jólagjöf. Nei, Fekk hann eitthvað gott að borða á aðfangadag? Já, það fekk mikið að borða. Af sama og hann fær alltaf? Já, en bara mjög mikið, sko. Þú keftir ekki, þú veist, eina dós af blautmat eða, þú veist, gaffon smá lax eða eitthvað? Sko, ég smakkaði svo út í gefunum, þetta er ekki góð. Það er stóra spurningi, hvað fekk Dói frá Tasty og Svöfu í jólagjöf? Hann fekk bara nýjan pappa. Nei. Gjöfum sem heldur áfram að gefa. Hvað fyrstu frá mömmu og pappa? Frá mömmu og Jósef minna? Frá mömmu og pappa. Veistu, ég mani ekki hvað ég fekk frá mömmu. Hætt að snerta mig, akkur er þú sveittur? Hvað er að þér? Sveittur? Þú ert rennandi blöytur? Nei, ég er bara... Hann er bara svo spenntur að snerta þig. Ertu með hangklæði? En ég meina, er ekki auðvitað að segja að Svafa hafi gefið bestu gjöfuna bara á árinu? Hættu. Please hættu, þú ert ekki blöyt. Ég veit ekki... Býtu, heitir ekki bróðið þegar heitir Óðinn, eða ekki? Þetta virkar allt mjög vel. Áttu á 2 bræður sem heitir Óðinn. Já. Skemmtilega ég hef séð hinn Óðinn, hann er með 2 augu. Já, það er einu munurinn. Hann er dýrurútgáðan. Já, þannig ekki erfitt að kippa því í lið. Hann er ennþá, þetta er eitthvað mótþróskið ennþá, en skilur þú, hann kemur. Já, svona er þetta. Herðu, drengir, en eitt af því sem við ætlum að gera þættir það er að gera upp árið. Já. Fekk enginn eitthvað töluleikja neitt í gjöf? Nei, ég hef ekki töluleikastöf. Fenguðu eitthvað töluleikastöf? Kona mín gaf mér rosalega góð. Hvað var það? Hvað? Já, og þú, og Dói stakk upp á sömu gjöf við konuna mína. Og konuna mín var bara, hæ? Hún gaf mér stóran Stream Deck og svona Hulos fyrir Og þú gafst þér ramastafnista? Vá. Þannig að þú ert að nota, er hún að nota Stream Deckið? Nei, þannig að, já. Hvernig pakkaður ramastafnistarinn minn? Er þetta svona, kannski séð það ekki ennum pakkan? Sko, ég reif pappirinn. Sett hann í bónuspoka eða eitthvað? Þetta var eiginlega svona 3 pakkar með teipu utan á. Ég er rosalega lillur að pakka, sko. Og gefa gjafir. Já. Ekki gleyma því, aldrei gleyma því. Nei. Nei, ég fekk ekki töluleikatengt, maður. Ég alveg langt síðan maður fekk...
Fjölskylda mín hefur aldrei verið að ítundir mína töluleikjaspilum, sem mjög skrítið. Emsa 100 inn í chatinu spyr hvað heimilisvangi hjá þeim, hún þarf að senda Jón eitthvað almennilega jólagjöf. Já, við hvetjum chati bara til að slá í gjöf fyrir Jónu, það bara... Og það er ekki erfitt að toppa. Nei. Því að hún ekkert, sko. Hún með ekkert, þannig að ef við gefum henni eitthvað, þá það betra. Hún fekk hennan tannbursta þannig séð, þannig hún fekk alveg. Hvernig er liðið þegar þú varst búin að taka upp strípdekki og bara beðst eftir hún taka upp tannburstan? Og ljósin. Já. Þetta 50 kall, sko. Já, þetta góð gjöf, sko. Já. Hvað varst að gefa fyrir hennar tannbursta? Opnaði hún gjöfina sína undan eða þú? Hún opnaði sína undan. Já, hún bara, Ég er alveg vissustrákar, ég er vissum að tannburstinn var kaupauki þegar hann var að versla í eitthvað. Nei, það er ekki rétt. Keypti server. Ég veit hvað ég gerir við þennan. En ég var í Elko, ég fór sérstaklega í Elko. Ok. Áttu kvittina, áttu nótuð. Ég sé alveg hvernig það var. Áttu nótuð. Nei, sko, ég er eins og ég er og Kristján var búinn að nefna þetta að tala í konuna sína til að sjá hvað ég ætti að kaupa inn. Ég var búinn að biðja hann það. Þannig að ég fór til konunars Kristján, svona völu, sem er alveg æðisleg. Hún ætlaði að hjálpa mér. Og ég var ekki, bara svona að renna út á tíma og svo allt í einu er ég í Elko og sé hana rammarsnafnasta og sendi henni skilaboð. Og svo býð ég örugglega svona 1 dag, ég kem aftur í Elko. Hverju sendur þú skilaboð? Völu, konunars Kristjáns. Og hún svarar ekki? Nei, ég fekk ekki svar, þannig að ég keypti bara busni. Ég held að það var bara gott og dýrt, þannig að hún sínaði þetta, sko. Já, þögnir sem hún sagði ekki. Já, ég held að ef hún sýnið það hlýtur að vera þetta, hann hlýtur að Veistu hvað Vala sagði við mig þegar hún fattaði að hún var ekki búin að svara Dóa? Shit, hvað ég vorulega ekki keypt hennar rammarsnafnasta. Og þetta er sönn saga, sko. Heyrðu drengir, sjáðu, Kiss 86, hann er fastur hótelherbyggi í New York með COVID. En er að horfa á, þannig að við óskum gleðilegt nýs ási til New York. Verðum við ekki að senda honum einn rammarsnafnasta? Já, ég held að það er svakalegt. Bara ekki minn, okkar. Til að taka sambandi á næsta stig, svona þeir bara deila tannbursta. En þú veist, þetta er samt árið, við skulum aldrei glemma því, þetta er árið sem Dói rangaði við sér á bakinu, nakin, inn á klósetti með sígarettu í kjaftinum eftir eitthvað brjála djam. Það er rétt. Og hann borgaði bætti fyrir það, kona vaktar, það var askátt allt og búin að reikskemmtir og veit ég hvað. Og já, ég meina lyktin í íbúðin og svona. Nei, já, og þú segir bara, þetta er rammarsnafnbusti, þú getur kannski notað hann til að þrífa eldur. Og það er ekki skólfið, þetta er gott fyrir að ná fúnum, milli fúana, milli vísa. Jú. Ok. Varst það því eða? Nei. Oh my god. Aldrei breytast. Herðin, ég held að við ætlum að vinda okkur í fyrsta liðindryggir. Það var, við ætlum að fara við erum búin að tala svo mikla drullu. Við ætlum að fara í versta leik ársins. Við ætlum að byrja þar. Það er að útskýra nú aðeins fyrir þeim sem að tók ekki þátt í kryddpillustunni. Já, ég er með hérna í tímanum. Við vorum með könnun núna í vikunni fyrir þáttinn og þar vorum við að spurja bara hvað var best og verst og svo framvegis. Og við erum með niðurstöðuna. Það eru hérna fleiri undir mann sem tóku þátt í þessu. Og við erum komið með niðurstöðu í það. Já. Og ég get svona farið bara létt yfir hvaða leiki. Við bættum inn nokkru leikjum og svo hafa líka notendur bætt við fyrir megin. Og það var þetta Crossfire X sem ég bara aldrei heyrt um. Ég bara tekað á leikjum bara. Er það ekki Chinese Counter-Strike? Nei, það er eitthvað annað. Þetta er eitthvað Crossfire. Er það? Það gæti verið, sko. Gæti verið. Hann lúkkar alveg í þáveruna. Já, þú veist, það er svona, já. Svo er hérna In Nightmare, Destroy All Humans, endurgerðin, Soccer Story. Postal 4 sem kemur óvart. Hvað sagðir? Postal. Er þetta klúður að Postal? Já. Svo Cobra Kai 2 það er eitt af lélugur. Svo er Modern Warfare 2 menn með það Lust Academy, það er þetta rosalegu leikur. Er það þessum skrýtnuleikur sem að teisti á Steam? Nei, ég veit ekki hvað þetta er. Nei, var það ekki Furry Hitler? Já, það er Dói. Já. Allir gjafaleikir á Facebook nefnt hérna, Fortnite, Tiny Tina og fleira. Þannig að það voru slattiðin. Það var afgerandi niðurstaðadryggir. Ok. Og við erum að tala versta eða? Já, þetta er versta leikin. Við ætlum að byrja á því, sko. Hvað fannst ykkur, Kristján, ef þú byrjar, hvað fannst þér svona, hvað versti leikur þú spilaðir á árinu? Ég spilaði einn af þessum sem þú taldir um. Já. Og það var Modern Warfare. Modern Warfare? Já, en mér fannst það nú ekki versti leikurinn sem ég spilaði. Erum við að tala Warzone þá eða? Eða Modern Warfare? Ég held að segja, sko, Warzone undir restina var orðin leiðilegasti leikur sem ég veit um. Gamli Warzone. Já, gamli Warzone. Ertu að segja að hans hafi verið orðin? Þú veist, það er erfitt að segja, sko. Versti leikur ársins. Ég spilaði engan ógæðislega lélega leik. Maður er farin að rannsaka miklu meira áður en að fara að kaupa sér leik. Gerir það, sko.
sem samt svo hættulegt, því að það eitt sem ég þol ekki, bara svona almennt, og það að hann fara að lesa review á okkur í dóti, því að þá, ef ég myndi fara eftir reviews á öllum bíómyndum, þá myndi ég aldrei horfa á bíómynd. Nei, ég veit það. Þú veist, og ég þol ekki, eins og þú googla mynd, þá kemur held ég bæði IMDb og Rotten og svo Google Movies. Og það getur bara verið, þú veist, hún fær bara 9 á IMDb, en hún fær 12 á Rotten Tomatoes, skilur við. Þú veist, 9 af 10 eða 12 af 100. Þú veist. En það oft með leikir kannski svona tæknilega nána skallaðir, eins og leikurinn sem ég hefst verstileikur ásins heiti Vampire the Masquerade Swan Song sem kom út og hann var hæðilegur. En það er ekki Battle Royale? Nei, það er í rauninni bara einhver hliðarleikur gerður eftir, held ég, komikbókunum eða eitthvað. Hann er ekki framaldi af fyrsta leiknum. Ég er alveg saman á það, hann var smáttu vonbrið en... Algjör vonbrið, hann var leit illa út, spilaðist illa, var leiðilegur. Ég var mjög spenntur fyrir honum, keyrði inn í hann, en hann var algjör vonbrið. Hvað var liðlegasti leikur sem við spilum on stream? Ég held að veri Helvítis þrifleikurinn. Nei, Power Wash Simulator. Power Wash Simulator. Hann hefur sinn charma, sko. Ég held að leikleik. Ég meina, þú veist, hann heitir Power Wash Simulator. Þú veist alveg hvað það var að koma þér í. Ég ætla að fá að segja það sem Warzone 2. Finnst þér það leiðileg verstileikur ársins? Mér finnst það verstileikur ársins. Af hverju? Af því að þeir gjörsamlega hittu ekki mark með hvernig þeir balansuðu hann upp á konsola móti PC. Aldrei balansað neitt. Sorry, en þú veist, þetta er bara orðið, þetta er fáránlegt, sko. Hvað er miklu betra á PC, á konsol núna? Mér er með fjárstring á PC langt best. Já, þetta er aim assist. Nei, samt no joke, eitthvað svona sem við höfum spilað. Við höfum spilað einhverju leiki sem okkur þótt að leiða. Jú, það var eitt þarna sem var eins og Fall Guys sem var, já, ná típ útgáðan af Fall Guys. Já, hann bara meira og minna bara bilaður. Við reyndum eitthvað að spila. Skjóta okkur öðrum í eitthvað. Ég man ekkert eftir því. Það var mjög skrítið. Hvað leikur var það? Ég man ekki hvað hann heitir, við vorum við vorum að leysa eitthvað verkefni og hann var meira og minna eitthvað, vorum að komast inn í eitthvað þyrlu. Tjúvillig vont að ætla að vera með svona uppvísað, það eru 4 með 11 klubbi. Ertu að tala um leikurna sem þú varst með svona slökkvilistæki og varst að flúða í loft? Já. Hvað var það? Hann var bara illa bara gerður eitthvað. Ekki að tala um Human Fall Flat. Nei, við erum ekki að tala um hann. Við erum ekki að tala um Human Fall Flat. En hann var svipar Human Fall Flat. Þetta var delivery eitthvað. Já, það voru fullt af svona minigames inn í opnum heim. Já. Ég man ekki hvað hann hér. Við flóum samt endalaust í honum, sko. Þetta var bara eitthvað delivery people eða eitthvað. Já, hann var mjög steiktur, sko. Já, það var eitthvað þannig. Þetta var eitthvað delivery. Þú var alltaf að skjóta hérna pökkum. Já, einmitt. Þetta var mjög skrítinleikur, sko. Og hann var líka bara á strími hann hökti svo mikið, af því að hann var eitthvað illa bara gerður. Hann laggaði. Já, þetta var algjört þessu. Herðu, drengir, en þetta er rosalegt. Benni, hvað var svona verstileikurinn á þínu mati? Verstileikur sem ég spilaði á árinu var Ready or Not, heitir hann. Ready or Not? Það var þetta SWAT. Það er ekki hérna Counter-Strike SWAT, jú. Jú, þú ert að SWAT eitthvað, þú ert að infiltrata eitthvað. Ég var svo spenntur fyrir honum. Mér finnst það bara einhver liðlisti leikur sem ég gátt í að spila. Ég veit að það er skemmtilegur, ok. Já. Það var líka leið og ég fór í einhvern tíman í frí af streyminu þá tóku sandkassastrákarnir 3 þann leik bara því þeir vissu hversu mikið ég þoldi ekki þennan leik. Er þetta ekki eitthvað ógeðslega raunverulegur leikur eitthvað? Hann á að vera það, já. Er þetta ekki svona Rainbow Six Counter-Strike-ish? Jú, nema þú ert bara, þér á að líða þessu þetta drepa mannesku og skýtur hana, sko. Ok, það er þetta svakalegt. Það er þetta ragalegt. Þetta er grjótart. Já. Heyrðu, en við getum sagt bara þjóðin kaus. Og valdi leik sem við höfum sett hann inn í upphafi. Ég var að segja það. Og sá leikur, já, ég ekki bara smetla vídeóin í gang. Hvað er versti leikur ársins 2022 að mati áhörenda Game TV? Vá. Það er Cobra Kai 2. Það er náttúrulega svaðalegu leikur. Þú veist ekki, wax on. Já, þetta ruggla, þetta er náttúrulega alveg agalegt aðstánd svona. Shit, hvað þetta vont. Já, þetta er hæðilega, sko. Það er ekkert gott við þetta, sko. Ég er búin að horfa á alla Af hverju erum við ekki búin að fara inn á leik? Já, ég held að þau að velja að prófa. Það er þetta að velja eitthvað dojo og vera eitthvað mjög flott, sko. Fólk spyr hvort hann hafi komið út 1995, þetta er bara PlayStation 2 leikur. Já, en það var að koma út í PlayStation 5 held ég. Þessi leikur var að koma út í PlayStation 5. Já. Amazing. Sjá þetta, þetta er flottir maður. Þetta er náttúrulega agalegt, það er náttúrulega rosalegt. Ralph Macchio hann er aðalmaðurinn náttúrulega í þessu. Battle Against a Friend, við þurfum að prófa hana leik. Við þurfum að fara beint í hana. Það má gera það. Já, 100%. Ekki spurning. Þurfum við að prófa hana leik? Já, ég þætti það nú bara. Það væri mjög gott. Cobra Kai. Já, þetta er svakalegt dæmi. En, já,
Býtu hvað? Hver er hér? Hæ! Býtu, hæ? Hæ, gaman að sjá þig. Hvað er að gerast hér? Hvað segir Býtu, hvað? Hæ? Þú veit þessi myndavel. Ég man ekki hvað þetta var. Hvað er að gerast hér? Það er komið leini. Er komið leinigestur? Herðu. Já, til þér. Býtu, hvað er að gerast? Til þér hérna, já. Býtu, herðu. Bara þannig að fólk átti að sjá þessu. Dói, okkur er þú svona skvítin á svipinu? Á ég sitta með það? Af hverju þú hérna, mamma? Okkur. Ákvað fyrir að tjekka á þessu. Þetta er rosalegt. Já, býtu, hvernig fólk? Ekki setja svona náttúrulega. Núna þegar þú sér þetta. Finnst þér þetta ekki, þetta lítur? En ég er eiginlega svolítið sár út í þig. Mig? Já, og þú talar að bjóða mér á date og svo við bara ekkert heyrst í þér. Já, ég veit það. Það er saga hans í rauninni. Er það ekki? Jú, hann er alveg frægur fyrir þetta. Ok. Mér er það mjög leiðilegt að hafa sett þetta upp og... Já. Hann skuldar sér satt ekki meðlög út allt eða? Nei, hann næri aldrei að koma svo langt sko. Nei, hann kemst aldrei svo langt. Hann kemst aldrei svo langt. Nei. Spila með bara stóran sko og svo bara verður ekki neitt sko. Nei, þú spilar þig ekki í stóran, það verður aldrei neitt þannig. Já, eða svona þykist, kannski meira. Mamma, fyrst þú ert hérna, var Jóhann eitthvað sár þegar hún opnaði tannburstan? Þú varst með á jólunum. Já. Sko, pínu. Hæ? Já. Finnst þetta skrítið að ég hafa gefið einn tannbursta? Þetta er rosalegt. Jésús, og af hverju sverginni? En ég meina að því sem að skiptir, svona, þegar þú horfir, sérðu okkur svona allir viljið. Er þetta ekki bara, er þetta ekki góð? Jó, það er mikil hljómsveit. Býður við þessu. Já, ég finnst það. Já, menn, þetta er ekki lagi. Ég finnst það mjög. Ég meina, þú veist, kalla hann pappa. Nei, mamma! Hann myndi náttúrulega ganga þér í svona föður stað. Já, já. Já, ég held að myndi standa með vel, sko. Skrifa undir lán og svona. Já, já. Hann mun aldrei gefa rafmagnstambustu í afmælisgjöf. Kenna þér að gefa jólagjafir? Gefa þér alvöru. Þarf það að vera meira rómantískur, sko. Jésús. Já. Já, já. Já, ég held að það sé margt sem ég geti kent á hann. Það er alltaf margt sem hann á eftir ólært. Já. Strákurinn okkar. Þetta er rosalegt. Já. Ekki setja svona nálatinn. Hvaða pakkar er þetta? Herru, þetta er fyrir soninn, þetta er eitthvað sem var að koma hérna frá okkur, þannig að það eru litlu jólin hérna á eftir. Æðislega. Það er alveg geggjað. En ég ætla ekki að trufla neitt meira. Nei, bara gaman að sjá þig og ég bara afsökunar á bara hátterni drengsins. Já, ég bara fyrir að leita honum með. Farðu svo að ringi hana. Já, já. Já. Ég veit ekki, ekki bara vera vinir. Já, sjáum til. Já, ok. Sjáum til. Þetta er svakar. Sjáum til. Dói. Man veit aldrei, sko. Heyrðu, gaman að sjá þig. Dói, takk fyrir leiðis. Takk hérlega fyrir þessa skemmtilegu innkomi hérna. Það var æðislega heimsókn. Já, heldur betur. Kærlega fyrir það. Þetta var svakalegt. Dói, þú svitnar á bakinu. Já, ég er orðinn mjög sveittur. Það var svo... Ég er eins og lófinn á treysti. Þetta er svo lófinn á treysti. Finnur þú hvað góð lykt af henni? Já, þetta var svakalegt. Hæ? Herru, mamma þurfti að sé mækinn, hún er farin fram. Slökk á mækinn. Já, þetta er rosalegt. Dói, það er einhver maður að hlaupa eftir mömmu. Þetta er stökt á takkanum. Já, þú verður... Þetta, heyrðu, mér heyrðist hún var verið að fara að reyna við dyraverðin. Nei. Jú, ég heyrðist þú segja. Mamma er í sambandi með Jósef. Já, ég heyrðist þú segja. Já, nei. Hvað? Hann er svo blautur á lóanum. En fannst þú hvað góð lykt af henni? Já. Rosalega. Ekkert góð lykt af henni. Ég hef fundið þessa lykt af þér áður. Já, ég veit það. Þetta er nefnilega þessi lykt, sko. Ok, getur ekki horft okkar mynd? Hún festist í sænguvinn. Er hún að nota rakspíra og sofa? Nei, þetta er bara ylvatn. Já, er þetta bara unisex? Rosalega góð. Það voru náttúrulega hangry. Ég verð að segja það. Það kom svona breath of fresh air með móðuðinni. Já. Þetta einn. Það er góð lykt í stúdíónum. Hún lífgar upp öll herbyggir sem hún lappar inn í. Var hún bara komið með lykla handa þér eitthvað? Glemtir þið með eitthvað? Já, þú veist, sko, það er löngur tímart að Dói fá að sjá hvernig þetta lítur út. Já. En það var, já. Þannig að nú hefur við séð það. Og ég held að allir sem er að horfa getur verið sammála um það. Þetta er rosa falleg sjón, við tvö. Já, tjatti var mjög ánægt og ég verið að, sko, meiri sé að, sko, konaðinn, hún sagði þarna væri besta amma og tengdamamma í heimi og hún var mjög ánægð með þetta. Þannig að hún er að segja velkomin, Tryggvi. Já. Ég held að rafmagnstampistur er ekki að fara að vinna á þessu pepperoni, sko. Nei, ég segi svo. Já, kannski var Finnur hann að hina stillinguna. Já, geti verið, það eru tvær, sko. Kjörlega góð pizza. Svaka. Það er þungt í okkar manni, en svona er þetta bara. Ég meina, lífi getur ekki alltaf verið dans á rósum.
Það það svolítið að tryggva. Jú, heldur betur. Þetta var rosa skemmtilegt. Var þetta ekki Rósiðinni mitt sem var að labba hérna? Jú. Þetta var mín Rós. Það svo mikið fíbl. Þetta var mín Rós. My little flower. Mér finnst þetta svo skemmtilegt að þú veist að mamma vina míns og vinu minn og ég get hitt og allar saman og það bara þægilegt og það mjög skemmtilegt. Já, mér finnst það skemmtileg tilvist. Algjör svona friendstemming. Það var mjög huggulegt. Mér líður þess okkur vanti auglýsingalíða. Mér þótti mjög vænt. Og talandi auglýsingalíða, við getum bara að retta því því að við vorum að tala viðbjóðslega leikjaðan. Þá ætlum við að horfa á gamla klippur sem eru svona skrítnar. Ég fór aðeins í safn Game TV og við ætlum að skoða smá brot úr Game TV sögunni, 6 ára gamla klippur og eitthvað fleira. Við skulum aðeins að renna þetta í gang. Ekki að leika. Og erum eitthvað að... ég er að spila þetta No Man's Sky. Er þetta Óli? En sjáu þið, ég fyrir beint í burkna. Sjáu, NMS er búin að breyta mikið, hann var svo miklu flottar. Sælar. Nú, sælar? Þið myndið breytast aldrei. Sjáu þið. Fína að þetta vera. Þetta, það er mikið að burknum í þessu leik. Burknarnir maður, það eru rosalega. Já, þetta er Submachine Gun. Hérna getur þeir reynda að tala að eini... Rosalega góð slúka hjá mér. Já, þetta var orginal Game TV bræður að prófa Twitch í fyrst skipti. Þetta var Destiny 2 betan, sko. Báði ég var svessið, ég bara haldið áfram með, þá væri það bara miljónir. Það er rosalega, sko, hann valdi söngin. Hafnaði mér, það er brennstæður. Þetta er 3 ára gammalt og þannig er tæknivandamál enn til staðar, þannig að það hefur ekki batnað. Push-to-talk virkar örugglega ekki af því að þú ert að nota, skal ég segja, líka forritið. Þú var að samfara einhvern hann því að klúra málunum sem hann er að klúra. Þú við maður, engin pressa. Æi, ég er búin að gleyma þessu. Það var eini eftirlifandi átt að karja litin. Þeir fórndu sem að kaupa mig inn. Það er hræðilegt. Já, við vorum ekki ánægðir með þetta. Þarna kemur Raining Man. Sjáðu þið, sérðu. Það er alveg... Var ég einu svona góður í þessu leikmaður? Var ég að hjálpa til? Líklega ekki, því að þarna kemur kúrekinn skríðandi, sko. Var ég einu svona góður í þessu leikmaður? Þarna kemur... Og Kristján aftur, hann er að fara sýnir... Þetta er 3 ára gamalt og hann hefur ekki batnað í meðferð faratækja. Það er bara þannig. Það vorum ennþá að díla við delay. Já, muni eftir því. Það var skipt, það kom hljóðið á undan. Gamla góða RTMP, sko. Þetta er það alveg snitt. Ég held að það sé allt dögt hérna, en Jó Steindi hefur bara hreinsað bæinn. Vá. Byrjaði. Orðlega vel. Það er svo barnabók. Steindi og Dói hreinsað bæinn. Þú fór mennur að tala að það var líklega ekki barnabók. Dói hreinsað bæinn. Það var ekki allt annað barnabók. Það var hræðileg bók. Þannig að, já, það er bara svo það er. Já, þannig að þetta var svona nokkur atriði. Við hafum mjög mikið að klippum til. Vákaðu þetta hefur mikið breyst. Eru fleiri klippur í kvöld? Já, sko við erum ætlum að sýna það. Þannig að við fengum tjatið til að velja bestu klippuna bara sem eru frá liðnu ári. Og svo tók ég nokkra svona bara gegnum tíðina sem hafa verið vinsælar. Vinsælustu klippur eiginlega frá upphafi sem var ekki bara, snýrist ekki bara 2022. Ef ég myndi skottast inn á veðmálasíðu núna, hver er stuðullin á A Big Moon Rising? Það eru einhverju líkur því. Já, það er náttúrulega var eitthvað, það var þetta kjósum hana, þannig að það getur verið, það hefur komið og ég ætla ekki útluga það. Þannig að hérna, já, þetta er gaman að þessu. Það sem fyndi ég sá þetta Kim Kardashian, hún hefur séð vídeo með Dóa. Hendi í svipað. Já, nákvæmlega. Það er svipaður rass í gangi. Hún lærði bara hjá þér hvernig best að ná athygli á internetinu. Og bara því miður, þá er það svona. Þetta er algjör ferskjuslagur. Það eru margir sem meina nefnilega að þú hafir pínu bara skemmt internet. Eða bjargaði. Já. Hvernig sem þú hlýta á það? Hvað mikið meira getið þið gert? Þetta er bara komið með mömmuminningar. Hvað næst? Við komum ekki með hana. Við komum ekkert með hana. Hún kom inga bara. Þetta er fullorðin kona og hún kom inn að fúsum að frjálsum vilja. Ég bara, já, erfitt með að trúa því, sko. Hún alltaf er í hörðu sambandi með Jósef. Það hefur, þú veist, Jósef. Finnst þér eitthvað tilviljun eða eitthvað þegar þú eitthvað jólinn, herru, mamma áttur tryggir okkur kærast. Nei, ég er að deyta gaur sem hann heiti Jósef. Ég hitt hann í fjárhúsi. Það er bara borðið jólamatinn í Jötu.
Hérna, ég veit ekki, þetta mjög skrítið. Það er búið að koma hérna framfærið að hún myndist alls ekkert á Jósef að það frammi, sko. Nei. Jósef hefur aldrei verið til. Jósef til. Það er engin okkar séð Jósef, en ég var flesh and bone að horfa á pappa þinn, stjúpappa, True Love. Þú ert 1 ára eldri ég! Þú ert ekki pappi minn! True Love on the sofa, sko. Þetta er svakalegt. Já, þetta er svona... Ást spyr ekki aldur. Nei. Ég sakna þetta rosa mikið hérna Bald Dowie. Já. Djúið varstu sköllóttur. Já, mér langar að segja það. Ég var sem bara ekki sköllóttur. Þeir okkar allra bestir yfirmann var að gifta hérna bara eins mikið og hægt er. Nei. Já, þökkum kærlega fyrir það. Takk fyrir okkur. Rosalegur yfirmann. Heyrðu, en eitt af því sem við ætlum að gera þetta í kvöld, það er að fá til okkar góða gesti, drengir. Já. Og fyrsti gestur er bara komin í hús. Þannig að... Komin í hús? Aftur. Já, Nei, mamma er ekki... Nei, fyrsti gestur, annar gestur minni. Það er náttúrulega að fengu gest á hann. Hún er bara eins og eina fjölskyldunni, þannig að maður eiginlega álítur hann ekki sem gest. Já, hún er bara partur af þessum stóra handlum. Hún bókstaflega er eina fjölskyldunni minni. Já. En árum við fáum gestir í settið, þá það er hann Hjálmar Örn sem er með okkur í stjóranum hérna á þriðjudögum. Heitir hann Hjálmar? Heitir hann ekki bara Hjammi? Já, Hjammi, jú. Já, hann var skýrður Hjálmar Örn. Það segir enginn Ólafur við þig nema teisti þegar hann er að skamma. Já, ég kíkja alltaf í kirkjubækur og þar er Hjálmar Örn. Þú kíkir alltaf í kirkjubækur. Já, og það er Hjálmar Örn. Hvaða bindi var þetta í? Hann var ekki bindi, hann var eitt fyrsta battan í Árbænum, það var bara fyrsta bindi. Heyrðu, en allavega, við ætlum að fá hann hérna eftir smástund, en áður fáum hann inn, þá ætlum við að kíkja á fyrsta hlutan af útgáfu leikja árið 2023 og fyrsti hlutinn fjalla bara svona janúar til mars, apríl kannski. Hellingur og góður leikjum komið, þannig að við skulum kíkja það og fá gestinni settið á meðan, þannig að bara njótið vel. They might just stand a chance. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. I'm ready. Crucio! You've made your choice. Be imprisoned again. I hear you've been busy making yourself the Empire's most wanted. Ashley Grimm, are you in here? Just let me go. Listen. I'm hearing the President's orders and... What is that? What do we do? The Lost Lambs are escaping. We need to go! I'm gonna get you home safe. You can stop right there. Ada, who are you? What are you doing here? My faithful disciple will show her the path. Ashley! Just let me go.
Baker. Já, þetta endar á svaka sprengju. Það Chuck Norris og félagar í glænýjum leik sem kemur út í Hvað ertu að gera? Ég veit ekki hvað það að gera. Við erum að fá háttvirtan einstakling samfélagsins í hús. Er einhver bomba að fara að gera eitthvað? Háttvirtan? Hvað er með rörsprengju þetta? Þetta er eitthvað... Ertu þingmaður? Þetta er eitthvað Dói sem að tóka móti ráðherra á náttbuksunum með á sig. Ég sagði þér ég myndi vera náttbuksunum og þú sendir hann samt. Ég er ánægð með Það er allir jafnir. Ekkert veginn á hann. Herðu, verður velkomin Hjálmar Örn Hjammi. Takk hella. Nýjasta rafíþróttastjarnan. Herru býtu. Sjóðheitur og stjóranum. Nei, Twitch, Helmut Eagle. Það er geggjað Twitch-nafn. Vá. Helmut Eagle, ég er komin inn á Twitch. Ég var að gera account bara rétt á þann. Helmut Eagle, og ég veit ekkert, maður gæti alltaf orðið international. Þetta er geggjað, sko, því að besta svona rafíþróttnafn sem ég veit er Raven Kettle. Ok, Raven Kettle. Herðu, Raven Kettle? Vá, takk, vá. Það er geðvegt. Þetta er svona börn Indíána, sko. Þannig ég er mjög spenntur og var að fylgjast með honum. Og ég var komið 21 eitthvað followið strax. Þannig ég var bara strax með mjög svona, hvað ég samt að fara að gera, þú veist. Fútbolmann sér, þetta liggur beinast við. Við erum þar. Og leiði bara eins og þú opnaði snappið fyrst. Nákvæmlega. Bara 20 mættir. Nákvæmlega. Og það bara, hei, Ástin, sjáðu. Þetta er nákvæmlega það. Ég fíla það. Og bara, þú veist, þetta er það sem ég elska við. Nú ætla ég ekki að segja að Twitch er nýtt, en fyrir mér er þetta nýtt. En það er, þú veist, þetta sem ég elska við að geta gert hlutina sjálfur. Það er engin yfirmaður. Það er engin að fara að segja þér hvað það að gera. Það er svo stutt og hringir í Dós. Það er eindar árið. Það er djöfull varst að gera, drengur! Þetta er rosalega. Já, þetta er svakari. Þannig að já, þú ert bara komið. Þetta er nýr ferill bara. Já. Twitch ferill komið bara. Ég er náttúrulega var ástofanginn að þessu kommentarkerfi. Já, þetta er svakari. Þetta er besta kommentarkerfi sem þú finnir. Já, það er búið að halda þess svolítið vefnið. Í stjóranum. Í stjóranum á þriðjudagskvöld. Já, það er svakalegt. En eigum við þá að kalla þig, þú veist, út í við erum e-sports þáttur, tölvuleikur. Þú veist, og hann er oft kallaði bara kritikal. Ég skil það. Er ég að fara að kalla þig bara Helmut Eagle? Já, ég finnst það. The Helmet, eitthvað svo leiðist. Máttu alveg gera það. Jó, Helm. Big H. Big H, það er rosalega. En hvernig er það búið að vera þetta í stjóran? Þetta er náttúrulega tildulega nýtt fyrir þér. Mér finnst það stórkostlegt. Og ég kom bara heim eftir fyrstu kvöldin. Ég var bara eins og endurnærðu, sko. Og fór mér reyndar að ganga mjög illa með stoppar. Þannig ég kom heim líka mjög bara down. Já, þetta er að taka á því tilfinningarlega. Þetta er rússipanni. Og svo er maður náttúrulega, í grunninn er ég gamer. Þú veist, ég er 73 módel og ég er að tala sko, ég var svona að spila hérna fútboldirektor hérna Amstrad og alls konar sko. Gamli leikir og svona, þú veist, ég var í öllu þessum Donkey Kong og allt þetta hvað ég. Og ég ekki segja það sé gamerleikir, en ég var í grunninn var ég þetta. Það eru allir gamerir. Ég er að segja. Kong er bara fyrst að rafið þetta. Já, en málega, svo gerist eitt, svo eignast þau börn og alls konar og lífið tekur við og er ekki tíma, getur ekki sinnt þessu, finnstur og dett út og eitthvað svoleiðis sko. Þannig þegar ég fara að spila þetta með þér núna, Football Manager, spila þetta í beinni útsendingu í sjónvarpi eða þú veist á Twitch og svona. Ástin, ég er að fara að vinna. Nákvæmlega. Já, ég meina þetta ekki datt foreldrinu þetta í hug þegar þú varst í vandræði með leikinn, þegar þú varst aðeins yngri. Það sé ég að segja, maður er bölum vandræði í basli með vikan. Það var ekki það vissi það að einn dag myndi maður vera með stokk. Vinna þetta. Það er rosalegt. Já, það veist, ég er með þá. Ég verð að vikera sko þegar ég heyrði fyrst í Hjálmar þetta. Ég bara, sjaldan heyrti ég spenntu manni fyrir nokkru verkefni að dettin. Þú varst alveg bara... Það var nákvæmlega þannig, það var bara hittir algjörlega naglan á höfuð. Þetta var mjög, og búið að virkilega gaman að gera þetta. En hefur líka, það skipst á skinn og skúrir og ég held að tæknimaðurinn okkar, Benni, eigi að fara upptöka því þegar þú varst rekið frá Stockport. Ég tók reyndar ekki eftir því sjálfur fyrst. Nei. En kíkjum á það. Það er svo leiðilegt að tapa mútið Óla í einhverju, sko. Hann er hræðilegur. Óli, hvað rugl er þetta? Við vorum að byrja. Nei. Ég skil þetta ekki. Þú ert svo glaður. Ég er svona að gera neitt. Óli. Ég veit þetta skriðina. Sérðu það? Hann getur ekki sinni falið. Skátt í mark, stopp. Þetta er bara þórðargleði í orðabókinni. Glaður bæði börnum minn á jólum til samans. Ég var spenntur. Ég var að fara að glaður í Jóhanna með tannburstan. Jóhanna með Stockholm versus júni 2020. Þetta er að það gerist það sko. Ég hef upplifið þetta aftur. Já, ég veit það. Nú er ég upplifið þetta aftur. Er þetta gerfitt eða?
Þetta er eiginlega fáránlegt því að ég hef búin að fá mann sérstaklega, Mario Balotelli sem í chatinu, til að setja upp taktík. Hann kom heim, var bara heilan dag að fikta í liðinu hans. Við erum erlenda sérfræðing til að koma að berga málunum. Hann fekk aldrei að prófa þessu uppstillingu því hann var rekinn áður en hann gæti klukkutími að laga kerfið, bjóð til alls konar og ég var búin að sæna 2 leikmenn, það var rosalega spenna og allt að byrja, boom, sacked as manager of Stockholm. Þetta alveg skellur. Hvernig leiðir með þetta? Við leiðir ríkala illa. Þú veist, þetta og með þessa híinu við liðinu? Já, fyrir utan það og þú veist náttúrulega líka alveg út og einu sem hugsaði varst þú. Þú veist ekkert að spá í mér, þú veist bara eitthvað, nei, hvað er þetta? Þú veist, það var eitthvað leikmar, eitthvað meittur, eitthvað í 2 vikur. Þú greifst þitt bein. Ég var ekki að kvekti bara aðeins svolítið seint. En þú dóst ekki ráðalaust? Nei, við verðum að gera eitthvað. Já, við vissum ekki hvað þetta að gera. Og rétt annar bara búinn. Handriti kláraðast á blaðsíðu 3 allir dauðir í því, en við ætlum að klára myndina. Nákvæmlega. Já, við gerum ekki ráð fyrir þegar við vorum að vinna þetta koncept. Nei, það held enginn að hann er leikinn fyrstur. Það voru allir nokkuð vissum hver er leikinn fyrstur. Ég er ennþá bara, Grimsby, það er bara fiskur og franskar. Þeir elskaði Grimsby. Já, þeir elska mig, ég fæ heimsett. En við byggum til annan. Já. Það kom annan hjálmarinn. Já, það er... Það var alveg eins. Helmut Eagle, sneikaði sér inn og byrjaði hræðilega og er í bölvuðu basli og gæti verið offensílið þannig að ég verið reikinn tvisa. Það væri rosalega reikinn. Það er bara, það má bara ekki gerast. Það má bara ekki gerast. Ég veit að þetta er svakalegt sko. En það kemur í ljós á morgun, hvernig þetta fer allavega. Við ætlum að byrja aftur eftir áramótin. Ójá. Það er svona revolving door policy hjá Stockport, sko. Já, þeir eru frægir fyrir það, sko. Svo fyndið. Svo náttúrulega algoritmen í öllu þessu Instagram, öllu þessu dæmi og TikTok. Ég er alltaf að fá Stockport-vídeó núna þannig til ég fór bara að followa á TikTok. Þá eru þeir með alls konar, þeir eru með geggjað TikTok, sko. Það er bara ríkilega skemmtilegt. Svo líka að taka ykkur blaðsíður úr því yfir í stjóra. Það er enda rétt. Mjög góð punktur. Ég er búin að horfa. Ég er ekki búin að sjá halftime show. Nei, mjög góð punktur. Já, er það ekki Krista Pala sem er bara komið með bara þeir eru með hérna klaftir og sprengjuna hjá Wolves og svona pæro Örn líka í byrjun hjá Krista Palas ég myndi að kemur Örn með hjálm en pældi því, ég opnaði bara gluggan hér Óli og svo allt í nú rosa vesen að koma honum út allt getur upp þetta er ekki svolítið lítilur ég lofa einhverju sprengju á þriðjudaginn. Já, þú er alveg bara 24 tíma allar eftir þessu. Já, það er bara morgun. Það er sprengja, er ekki engin lifandi dýr. Nei. Ég þarf að mæta húsfélaginu. Það er bara, það finnst einhvers þar örn á skíðaganginu. Það er agalegt. Þetta er alveg draumur að vera komin í gamer community. Já. Ég er bara ángrín, sko. Helmut Eagle. Geggjað, sko. Ég sé ekki annað aður heldur að alltaf verið hérna, sko. Ég er bara, þú veist, mér finnst ég að heima hérna, sko. Já, þetta er það, þetta er bara þannig. Þetta er gaman náttúrulega, þú veist, við erum á svipuðum aldri. Jú. Það getur upplifað okkur sem alveg íþróttamenn. Já. Ég er að segja það. Ég fór að hugsa að maður kannski verða íþróttamenn ásins eða eitthvað. Tilnefning væri góð. Tilnefning væri geggjuð. Við skulum ekki útiloka neitt, sko. Það hlýtur að koma að því einn daginn að rafíþróttamaður verði íþróttamaður ásins. Eru þið nýju síða? Ég elskar að þú segir þið, en hérna, því að þú veist, við erum bara, því við erum auðvitað keppnismenni, hefur þið síðan að manni í töluleikjum, hann er auðvitað keppnismæður, hérna, nei, það er ekki komin í, sem er mjög steikt. En þú, ég held að veri líklega að vera bara að bóta þig ásins, alltaf aðurleyspenn. Já, hjá Stockport, það er þetta mjög góð. En ef þú ferðum bætur núna, þá gætur alveg kalla, þú veist, einmitt, það hlýtur þau til eitthvað svona svo listamannalaun, bara rafíþróttalaun. Já, ég reyndar rætt, hefði maður þetta sækju listamannalaun. Verða síðan bara að streyma og vera bara í og svo allir sem að setja út á skilur ekki list. Já, akkurat. Þetta er listin. Þetta er listin. Þetta er rosa. En ég er bara geggjastlega þakkláttur og stefna á bara, risa hluti í Twitch-heiminum. Ég veit sér ekkert hvað ég var að gera þetta. Nei, ég sá að það varst að fá fullt af nýjum follower. Já, en ég á ekki eins og tölvu, sko. Nei, það er... Þannig að ég þarf eitthvað, þú veist, bara... Ég er með síma minn, sko. Getið ekki farið í síma? Jú, ég byrja bara ykkur starf. Sko, Dói er þannig að hann hefur alveg gert óþægilegt. Þegar við ætlum að fara fyllir í og hann mættu alltaf að stríma fyllir í. Ég var alveg streymt fyllir í. Já, eða þeir eru út að borða. Mér finnst það reynda brilljant. Mér líka, sko, mér finnst það geggjað.
Viltu það sé til vond af fyllirinni? Bara svona pælir í... Ég stoppaði þegar við byrjum að fara inn í háspennu og allt var inn í háspennu? Það versta ákvörðin sem ég veit það. En reyndar stoppaði ég ekki, ég var batterislaus. En þú veist, sem betur fyrr. Nei, þetta er geggjaður heimur og ég eins og segi, ég veit ekkert hvað ég ætla að byrja á, ekkert hvað ég ætla að gera. En ég ætla allan að fara af stað. Maður líka bara að séð það, bara Game TV samfélagi hefur tekið hjammanum bara opnum örmum. Já, hann er komið... Maður held að myndi ekki alveg höndla annan miðaldra hvítan kallmann. En þeir bara elska það. Já, mitt þessi þáttur hérna. Er þetta eitthvað meira hrúta samfélagi hérna í augnablikinu eins og eða? Nei. Þurfum við ekki að fara að fá eitthvað konu inn í? Það er kona næsti gestur. Eva? Já. Eva, hún er geggjur. Sko. Ég er bara að fylgjast líka með ykkur á netinu sko. Og öllu þessu Babe Patrol og öllu þessu dæmi sko. Ég finnst það séð dó á TikTok. Já, á TikTok? Nei. Já, þú veist vídeo á TikTok. Jú, það getur, jú. Mest áhorfað vídeo með þetta í engasafninu. En við sjáum hérna í chatinu, það er komið hjamma emoji, sko, það er fólk búið að finna hann. Spam that shit. Já, hörru, hann er að koma. Hann er komin inn. Svo þarf maður að læra allt þetta, sko. Emojis, allt hvað það heitir. Þetta er rosalega. Hvernig byrjar að borga? Hvernig er borgað út? Hvernig byrjar að borga? Hvernig er útborgun? Það er rosalega. Hefur þú heyrt orðið vombrigði? Það er einhvern segir mér að verði svolítið erfitt. En I'm in it for the joy. Þú ert líka á international markaði, sko. Þar eru Getur maður ekki farið líka þetta hérna? Jú. Hvað heitir þetta? ASMR. Ég sé svolítið að því þannig. Já, það er svolítið skítið. Það getur rosalega, ég verði bara það dag. Áttu sundið eða svona uppblásna? Ég get keypt það örgulega bara. Og hann getur bara hendið bara þú veist, bara nota sér til afskrifa skatt. Ertu búin að sjá þeir eru með svona rafmagnseyra og eru að gæla við það alveg? Það er svo aðalegt. Það er svo weird. Það er geggjast. Það er mjög skítið. Af hverju verið að hlæja þarna? Ég veit ekki. Það er bara... Gamli kallar að spila leiki, segir einn í spjallinu. Við erum jafn hissa á því að þið séu að horfa. Það er bara þannig. En við erum rosalega þakklátt. Já, Ragnar sig byrja að horfa á Game TV út að hjamma The Eagle. Sko, þetta vinnur allt saman. Þetta er Raggi minn maður. Raggi sig úr árbænum, eða? Nei, þetta er ekki Raggi sig fótboltamaður. Þetta er annar Raggi sig, sko. Ég held ekki, ég held sig annars, sko. Við hvetjum fólk til að followa Helveti Eagle á Twitch. Já, er ekki best að byrja á svona gafadæmi? Jú, ég myndi byrja að gefa. Hvað er það að gefa? Bara eitthvað. Já, gefa þetta bara. Sko rafmagnstannbursta voru að koma inn núna. Ég sá það nefnilega. Þeir eru að koma rosalega. Hvað finnst þér þetta galin gjöf til konuna hennar? Mjólin. Verður hreinskilin. Fyrstalega, er þetta eina gjöfin? Já. Þetta er eina gjöfin. Og hver er að nota rafmagnstannburstan í dag? Hún vildi hann ekki, eða þú veist. Ok, þetta minnir mig svolítið á það þegar ég var að vinna í bílasölu, bara örstuðt hérna. Það var maður sem kom inn og ætlaði að koma bíland á konunni sinni og þetta var mest romantískast sem ég séð. Hann kom niður, ég ætlaði að kaupa hann á Volvo 850 og hvað kostar hann og þetta var, þú veist, þá eitthvað miljón kallið eitthvað. Og við bara, wow, ætlaði að gefa hann þetta bara. Svo kemur hann hérna og fær hann á aðfangadag. Svo bara festa hann bílun og sagði við komum og borgum hann aðfangadag. Svo mætti hann. Heyrðu, enda á því að konan hans þurfti að kaupa bílun á 100% láni og skrifa undir. Nei. Það var gjöfin, þetta er svolítið þannig dæmi. Þannig að hann basically gaf henni 100% lán. Við erum með saman fjárhag. Þetta er svolítið þannig. Er hann á ræðgreiðslum? Nei! Er hann á netgíru kannski eða? Já. Þetta er svo alltaf jólagjöfandi. Þetta var svona minnst, var það mest romantíska eða var það minnst romantíska? Ég sá frétt í morgun að einhverju við lamið með pönnu og lögreglan þurfti að mæta. Ég veit að við getum alveg fyllt út fyrir helmingina þegar ég sögur, sko. Þetta er ekki gott. Nei, þetta er ekki. En ég stiði samt. Ég hjálpa bara næsta ára að velja gjöf. Ég er ágættur að velja gjöf. Ég þykk það, sko. Volvo 850. Volvo 850, 100% lán. Volvo 850, 100% lán dag. Ég held að það sé reyndar ekkit rosalega verðmættur bíl, sko. Nei. Kannski ekki. Kannski ætti ég að gefa henni gamlan Volvo. Gamlan Volvo? Þá getur sagt, ég gaf konunni Volvo. Nákvæmlega. Það er rosalega. Já, þetta er vandræðilegt. Chat er að biðja mig ASMR hot tub stream með Helmet í The Eagle. Já, ég skal hann bara setja Já, hot tub streami. Það er heitt, sko. Verður ekki skrítið að vera heima, konan og börnin. Er konan líka að vinna kannski? Þú bara í baði í kemur heim og það er heitt og bara hvað er gengið hérna á? Og lappi. Hvað gengur hér á? Rífur hann öfninu og öllum sem að söppa á þig. Já, það er svolítið. Og svo, já, það var mjög vandræðilegt. Ég vil strax byrja að roðna, sko. Rakel Hraunbær 110.
Það er rosalegt Póstnúmerið, sko. Já, það er því. Nei, maður veit ekkert hvert streymi áttur að tóða mann, en kannski verði ekkert að læga þessu næsta ári, kannski verði bara full time hot tube streymir. Já, það er svakar. Þá verður þið bara, hann er að gera geðut, sko. Þá kannski fá við að koma sem gestir í þáttu fyrr. Ég er að segja það, þið verður með mér hérna. Í lögin. Ég er með þessa mynd í haustum á mig bara. Og bara hvernig þið vant. Hvað? Ég er til. Já, ég get ekki beð. Þetta er aldrei. En við hérna minnum á stjóran á morgun. Er kvíði í þér fyrir þættir á morgun? 21:00. Sko, já, það er alltaf kvíði. Maður kvíður alltaf fyrir að koma í stjóran. Stóri leikir framöndan. Það er skemmtilega við þetta. Man er alltaf kvíðin. Það eru stóri leikir framöndan. Ég er alltaf að tapa eitthvað 2-0 og 3-0 og eitthvað líka. Þannig ég er í bullandi bensinu. Þannig að bara allir leikir eru bara stórleikir. Þú er ekki unnið í held í mánuð meira. 2 mánuði. Ég er installaði nú fútbolmann bara í fyrra dag, sko. Byrjaði? Já. Ég er búin að vinna leik. Já, þetta er bara, þetta er geggjaður leikur. Þetta er geggjaður leikur og þetta er mikla pælingar. Já. Og maður þarf að fara að setja, nú þarf ég að fara að setja mitt mark á þetta. Já, já. Balotelli, takk hella. Já. Ég ætla að laga smá, en takk fyrir grunninn. Þú ert alltaf eitthvað þrjóskast í mannins. Ég er búin að vera það, 4-4-2 og hélt mig við það þannig til bara ég var komin. Það er alltaf svakalega. Fengu þið líka íslenskan aðstoðamann? Já. Balotelli? Já. Nei, ég er að tala sko þegar ég... Blaðafulltrúa. Blaðafulltrúa minn er bara einhver Böðvar Mattíasson. Ásker ykkur. Já, Ásker hjá okkur og já, við erum með alveg, það er að því... Það er ábyggilega gaurinu sem er að vinna þessa grunnvinnu fyrir það. Þeir fá svona recognition. Já, hann fáður að þetta inn þarna, mjög líka. Vel gert hjá hann. Já, þetta er mjög gott. En við sjáum hvað setur á morgun, hvort þetta haldi áfram strögglið á Stockport. Grímsby er gott og ég verð mjög líklega að vera að hvetja mig mikið að fara í Grímsbæ að árita. Ég veit ekki hvað ég árita en ég er til í að árita bara hvað sem er. Nei, það er búið að biðja um þetta. Það er ekki að biðja þetta ykkur. Það var mannst ekki. Ég var ykkur einn þannig að það er að fá sér aðeins og narkast. Já, reyndar. Það er Grímsbæli. Það er rosalegt. Árita finnsk og franskar í Grímsbæ. En allavega stjórn á morgun 21:00. Hjálmar, það kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Já. Hvað er næst? Ég veit ekki hvað er næst. Kynntu þinn, þú ert með ég veit ekki hvað er næst. Það stendur hann. Getur þú kveikt á einhverju með þig? Leið mér að klára það. Þetta er allt í góð. Ekki enda í leikir 2023 bara nummer 2. Já, það væri fáralega gott. Það þurfti einhver að bjarga. It's hammer time. This way for the happy ending. Jimmy. Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins. Well, sounds like you're the star of the show now. This motherfucker! Keep your eyes on him, people. Somebody find the back entrance. Best dirty movie I ever saw. Oh, crap! This door will not hold. We must barricade it. You stay here, pal. This is our destiny. Revenge is a weapon. I
sometimes wonder if I am controlling it, or if it's controlling me. Já, það held ég. Það nóg að gerast árið 2023 í leikjaútgáfunni. Hvað er að gera? Þessi maður sem ég veit Það er þetta rosa. Já, það er kryddpilsa hjá okkar manni. Það er nú bara þannig. Hvað, þú heldur á þessu svo harmoniku? Þetta er alveg magnað. Þetta er sérstætt. Má ég bóra pizza minni fyrir? Já, bara gera það svo vilt. Allavega, en við ætlum að halda fram með könnunum okkar. Við spurðum ýmsa hluti og eitt af þessum spurðum hvað var sem stóð upp úr árið 2022 á leikjárunu. Já. Hvað segir þið, Tryggir? Hvað er það svona sem stóð upp úr að ykkar mati? Sko, ég get náttúrulega að fara yfir... 100% bara God of War. Elden Ring. Elden Ring, bara útgáfan honum? Ok. Hvað var hjá þér? Ég held að þú veist að við fórum úr RTMP. Nei, við fórum úr RTMP á senast ári. Nú, já. Já, þú veist, sko, ef við ætlum að tala um útgáfa leikjum. Já, bara almennt, bara í leikja heiminum. Sko, við vorum með þarna, sko, svona ýmsar uppástungur og fólk gætt kosu. Og það var einu bara eitt sem að mér svona tók virkilega vel eftir og hérna hafði gaman af. Gaman af, ekki gaman. Releaseið á GTA 6. Já, vídeónum. Vídeónum. Þetta er alveg bara líks. Það voru 90 vídeó sem gáfu átt í 50 mínútur úr leiknum. Þetta er alveg magnað að þetta gerist. Ég veit það og líka, hvað maður búin að býja þessu leik lengi. Lagði ekki kóðinn og eitthvað? Nei, ég held að það verið þessi vídeo. Það var alveg vídeó. Var það GTA 5 kóðinn eitthvað? Benni, þú veist Af hverju ertu með 4 pizsusneiðar? Því mátt bara frá einu sneið? Já, ég held að Rockstar, þetta er sérstaklega að þetta gerist hjá Rockstar því að þeir eru nú mjög passasamir og passa vel upp á leika. Kristján, er þetta að meina þú veist? Þetta er alltaf að fara hérna niður. Já. Er þetta að meina þannig að þegar það lag kóðin sem var til þess að tengjast Game TV, nei, hérna GTA Online? Nei, ég veit ekki, var ekki... Já, það var eitthvað þannig, ég veit ekki. Ég veit ekki hvernig það var, ég bara man eftir að var eitthvað dæmið sem að lag kóðin úr GTA, eitthvað huge hack eða eitthvað. Já, þarna þegar við vorum hakkaðir í drasli. Nei, ekki við, ég er að tala um bara almennt. Vorum við hakkaðar að finna hann á þessu árið? Ekki? Já, ekki. Það var eitt súrasta kvöld. Það var skrítið maður. Það var mjög skrítið kvöld. En þú, hvað segir þú, Dói, ef þú máttur að? Elden Ring? Var Elden Ring, já? Nei, það er ekki það sem stóð upp úr, sko. Það er bestu leikum. Já, við... Raðurðarlið tókst að sigra erlend stórmót. Ekki stórmót, erlend mót. Já, sko... Dusty vann Öglan í Breitlandi. Það er þetta mjög góð punktur. Og NFC. Já, nokkulega. Já, það er náttúrulega mjög stórt. Það er mjög töff. Svo eru hérna nokkru viðbyrði sem við setjum á, Microsoft er að reyna að yfirtaka Activision, það er reyndar ennþá eitthvað stopp í því og ég held að samkynum séu vel í Bandaríkjunum er að reyna að stoppa það. Og það er rísa fréttir núna þannig fyrir nokkru vikum að FIFA hafi púlað út frá EA. Já, EA neitaði held ég bara að endurnýja samkvæmulega því þetta var bara of dýrt. En pælið í því, þú veist... Hvað á hann að heita? Var það ekki komið? Jú, FC, bara EA Sports FC held ég. Það er skrítið. Já, bara Football Club. En sko, ég var að lesa við til það sem mun breytast. Hvað heldur ég hafi verið að gera þegar þið voru að tala saman? Það er komið úr mjöðmönum. Er ég nokkuð með varuleikum? Það sem var að gerast var held ég sko þegar þið missa FIFA þá sleppaður við allavega að fá meira frelsi því að FIFA eru líka mjög harðir þegar leifið er á leiknum. Þannig að þeir gætu fara að leika sér með eitthvað. En er ég þá að fara að spila með, þú veist, Arsenic? Já, sko það er í dag, ég held að Juventus sé ekki FIFA. Nei, það heitir alltaf eitthvað annað. Það heitir Calci og Piamento eða eitthvað. Þetta er þegar að byrja að gerast. Og Latium og eitthvað. Það er náttúrulega við semja bara við öll stóru lið. Hvaða lið var ég þá að spila í gær sem heitir Bergamo? Er það til í alvörinni? Já, Bergamo. Ok, ég fór að hugsa þú veist hvernig gastu verið með bara 4,5 stundu lið sem ég aldrei heyrt um. Já, ég held að öll þessu stóru lið á Ítalíu, Lazio, Napoli og Juventus og þau eru öll hérna. Guð minn almáttugur Halldór. Þetta er ekki hægt, sko. Hvað er þetta? Það er líka svo mikið á buxunum þínu, sko. Já. Ekki? Já, menn tala hérna til þess í tjattinu að það séu bara Battle Royale leikir að koma út og Dark Souls leikir. Bergamo er Atalanta. Nó, er það? Já. Atalanta. Ég var líka bara, þú veist, ég gef bara, þetta er bara eitthvað flugullurinn í Mílan. Þessi fútbolmanager, United, þú mátti með ekki muna með logoið. Það má heita Man United en ekki. En svo getur þú importað einhverja logopakka bara inn í leikina. En allavega, svo er hérna, þú veist, Netflix er að sanka sér leikjafyrirtæki.
það eitthvað þeir eru að fara í. Það mjög spennandi. Það komið út. Já, og þú veist, þegar byrjaðir. Og náttúrulega PlayStation Plus-dæmið, skilur við, bara allir leikir hana strímanlegir og eins og Microsoft Game Pass og hérna Origin-dæmið og það. Þú veist, ég á ekki Battlefield, ég er bara með eitthvað passa en ég get spilað allir Origin-leiki. Já, Game Pass. Já, því maður er mikið að spila Battlefield. Nei, ég veit samt að þú borgar fyrir eitthvað. Óli, bara minnast á, hann er vist orðin góður núna. Hann er fínn núna, en það tók helvítið langa tíma. Og það er eitt af vonbrigðum. Er það ekki bara eitt af vonbrigðum ásins? Jú, komum því á eftir en kannski. En svo er það hérna, þú veist, svo náttúrulega okkar allra besta fólk að bæta við. Það er náttúrulega mestu vonbrigði, stóð mest upp úr árunni er náttúrulega skoran að Stóa. Já. Það stóð mest upp úr árunni. Hún stóð vissulega mest upp úr. Dói að hleypinum löfléttum í beinni, plömmerinn og Hjálmar Örn kom inn á sviðið sem rafíþróttamaður. Þannig að Hjálmar og Skoran og Dóa eru svona tvei hluti sem stóðu vel upp úr árunni. En ef við svona bara... Honorable mentions. Já, sko þetta voru tvei hluti sem svona stóðu upp úr á því sem við nefndum. Og það var í annars vegar og í öðru sæti var það sem sagt að Microsoft sé að yfirtaka Activision sem er mjög stórt. Það er hjúts. En það er verið að fæta það. Sony er að fæta það er alveg langt frá að vera frá gengið. En stærsta var að EA Sports sé að hætta að nota FIFA. FIFA er alltaf svo legendary sko. Og vera bara yfir 20 ár og er bara hérna... Bara household name, skilja. Já, en það sem gerist hins vegar er að FIFA-nafnið er laust. Þannig að FIFA mun örgulega semja við og maður heyrt í hérna 2K Games, hérna 2K Sports, að þeir muni jafnvel kaupa FIFA. En svo gerðu þeir tóku PGA þegar EA droppaði því. Þeir eru náttúrulega með NBA, besta NBA-leikin, þannig að EA Sports hætti bara með NBA-leikina. Það er nú ekki mjög góður. Nei, kannski við bara ekki góður í honum. Ef það er það sem koma skal í FIFA, þá held ég fari fyrir að spila hérna, EAFC, sko. Já, þetta held ég að við verðum bara að játa okkur sigraði. Ég held að við bara kunnum ekki það á hann leik, sko. Af því að hann þykir allavega að fara góða dóma. En við náttúrulega, hann er flókin. Og maður er ekkert sem að setja sér inn í öðnu kvölds. Ég náttúrulega rústa ykkur einn með tölvunni, sko. Já, en sko, ef ykkur alltaf búið til FIFA, þá þurfa það ekki að vera fyrir röskið. En sáðu bara, EA gafst upp á að gefa körfuboltaleiki gegn, sko, 2K, NBA 2K-leikinum. Þeir reyndu í mörg ár NBA Live-leikina og þeir bara gáðust upp. En FIFA er samt allt annað fyrir náman. Já, en NBA, þú veist, EA Sports er alla peninga í heiminum. Hvað gáðu þeir ekki búið til fucking almennilegan NBA-leik? Góð spurning, sko. Komustu ekki að því í fyrra að FIFA 21 var mestseldi leikur ásins og FIFA 20 var næst mestseldi leikur ásins á Íslandi. Jú, þetta er að selja. Svo er spurning hvernig FIFA fyrir bara sem áskriftamódel. Það geti gerst núna með FC, að þeir breyta honum bara, þannig að verði bara áskriftamódel. Og svo, þú veist, Konami með PS-leikina, hann er bara free to play, er hann hræðilegur. Sko, að mörgu leyti samt, út af því að það er svo sjaldan núna sem að koma einhver risastór stökk. Þú veist, þú ert ekki... Þú veist, allir leikir út í cross-platform og þeir þróa svona. Að mörguleiti væri ég alveg að guttira ódýr áskriftamódel á marga leiki. Og bara upp að halda áfram að þróa á. Þú veist, eins og bara, tökum bara Gran Turismo fransæsið. Þú veist, þarf að koma Gran Turismo 6. Er ekki bara bæta við brautum og bílum og stækka heiminn. Bara svona eins og GTA Online og þannig að. Er það ekki bara meira value heldur við þarf að býða til nýjum leik þar sem 80% af kontentinu er hvort þeirra sama í gamla? Já. Ég veit, þetta er alveg svo með, þú veist, hérna, Warzone 2, nýleikur, Fortnite, það er aldrei nýleikur. Nei, bara nýtt season. Bara nýtt season. Og samt fóru þeir upp engine núna. Já. Það er að breyta samt svo rosalega mikið. En samt alltaf bara Fortnite. Það er alltaf bara Fortnite. Breytist ekki neitt. Mér samt vera virkilega góður í að finna, breyta leiknum sínum og halda honum bara frí. Já, ég veit það. Já, en þeir halda samt munurinn til þess að þeim og Warzone. En þeir halda samt alltaf í grunnelement. Já. Þú getur ennþá farið og spila bara svolítið. Þú veist, ég ætla ekki að segja OG upplifunina, en þú veist, Why on Earth til dæmis hendir Warzone út bara, hérna, Caldera. Nei, ekki Caldera, Verdansk. Já, að því að hann var bara illa hannaður, þeir sögðu það bara, þeir gátt ekki verið með Verdansk. Það var það málega. Þeir sögðu, ef þeir eru komið með Caldera, og þá var alltaf verið að kalla eftir Verdansk, og þeir sögðu, við ætlum að hafa báða, og tekur voru þetta bara fleiri 100 gigabæti í sko installi. Og það var bara ekki gerðilegt. Hjúts fréttir að Dust 2 fór út mappúlunni CS. Mín þeorí varðandi hérna Warzone 2 er að, þú veist, bara sem forritari er að þetta er algjört rewrite á einhverjum kóðabasa sem bara þurfti að basically henda út gamla leiknum. Þess vegna er hann nákvæmlega eins eða, þú veist, mjög svipaður. Já, það getur verið, sko. Á Warzone, sem sagt. Já. Já, og það má segja, þú veist, ég var ekki líka á þessu ári sem kom hérna Zero Build í Fortnite. Jú. Það má ekki segja að það sé eitt af svona viðbörum ásins að því að Fortnite bara allt í einu öðlega snýtt líf eitthvað. Var ég ekki að heyra það að koma rangt season í því?
Já, ok, það rosalegt. Kemur ekki óvart, sko. Nei. Þannig að það alveg hellingur af svona skemmtilegum hlutum og næsta ári verður náttúrulega vonandi, ég veit ekki hvort það sé eitthvað sem stendur upp úr þegar kemur þar, það er allavega góð leikjaútgáfa. En hvað völdu áhorfendur? Áhorfendur völdu sem sagt EA og sem sagt það var nummer 1. EA var að missa FIFA eða missa, þeir bara vildi ekki splæsa í það, þeir notar reglulega peningi bara í marketing og eitthvað annað sem hefur liðin beint og í öðru sæti var það sem sagt að Activision hafi verið að Microsoft hafi verið að kaupa Activision. Þannig að þetta verður spennandi að fylgjast með þessu máli og hvort að það verður bara samþykkt yfir höfuð því að þarna verður ykkur agalegur risi sem er að myndast þar sko. Þannig að En er það ekki að gerast hjá öllum? Þetta er að verða klösterar. Það er allir að leita bara. Activision var alveg orðið klöster. Svo getur þú veist, ég meina, við getum séð þessu stór fyrirtæki svo Apple, Amazon, þeir getur keypt Sony. Sony er með lítið fyrirtæki sérstaklega PlayStation hlutin. Þú veist, miðað við Microsoft. Þetta er algjört verkfyrirtæki með Microsoft og Apple og Amazon og þessi fyrirtæki. Þannig að þessi fyrirtæki eru öll að fara að sanka þessi bæði tækni og efni. Sérstu alveg áttöku líka því að ef að Netflix er að taka fyrst skrefin, þá getum við alveg lofa ykkur því að allir hinir eru byrjar á því. Það hlýtur bara að vera þannig að ég kaupi bara Disney Plus áskrift ekkert og ég fæ bara allt Disney IP í gegnum það. Og Sony er náttúrulega flottur aðilega að kaupa bæði þetta náttúrulega hardware og líka bara... Ertu með einhverja söluprósent á Sony? Nei. Rosa mikið eitthvað. Tegst ég að segja það, ef þú myndir bara kaupa Sony. Hefur þú heyrt Sony? Hefur þessi Sony myndið? Sony er alveg 850 með. Já, bara átt að veit ég. Nei, sko, þetta er góður leikjaframleiðandi, sko. Ég er að spila Sony-leik núna, hann er geggjær. Það er þannig, ha? Ég er að spila Sony-leik núna, hann er geggjær. Já, ég er búinn að spila það. Ég veit allir hvað leikur þar. Sony-leiki. Já, það er enda nokkri Sony-leikir sem koma til greina á árinu sem bestileikur ársins. Við förum betur við það endum á því hérna eftir. En ég held að við ætlum að skoða einn af liðunum. Við erum bara að fá gest hérna eftir smástund. En áður við förum þá ætlum við að kíkja á Twitch, sem sagt vinsælstu Twitch klippurnar okkar 2022. Og gesturinn sem við fáum hérna eftir klippurnar kemur einmitt fram í einum ef þetta er mamma aftur, þá var það ekki fyndið. Það er ekki, mammainn var ekki til þetta klippu, held ég. Hún er það núna. Hún er það núna. Já. Hún er það núna. En við skulum kíkja, við báðum áhorfendur að tékka á Twitch klippum 2022, röðum inn í könnunina og við skulum renna í gegn áður fáum næsta gest til okkar. Líka voru sumir hérna Tryggvi svaraði okkur. Já, ok. En hann svaraði okkur samt ekki. Nei. Hann svaraði ekki spurningunni. Shit! Ekki veipur, já. En hérna, ég... Hún bara hætti á veggin í myndvík. Heyri, við þurfum að klippa. Högna, Það er spáð að fá sér. Ég þarf að láta í stríminu. Ef að pappi trefnir. Við þurfum að láta þær fá svona vassand að koma hér í tölvöldna. Það er að dúkka ykkur núna, sko. Af hverju er alltaf hurðir að opna sinna? Hvað? Hvort er þau upp eða niðri? Dói, þú er pro player, þú er að redda þessu, sko. Dói! Alveru. Úff, þetta var alvöru rugl. It has begun. Fyrst á eina rottan kemur í nett. Oh my god! Já. Hæ, velkomin í geimveruna. Þetta er metnaður í... Ég vil segja að þetta er metnaður í Halloween búningum. Ég er að skoða. Ertu íkoni? Hvað ertu? Ertu rott? Ertu mús? Ertu ekki að anda? Oh my god! Þetta er svo skýrt í ljósi. Já, ég er rotta. Kom einhvern tíma. Já, pabbi. Já, ha. Oj, Tryggvi! Ok, það ekki. Shit, ég fatt þetta ekki. Hvað sagðir þau? Við tökum bara... Þetta voru bestu klippurnar og ég held að það þurfi ekki að taka fram að það er náttúrulega
Rassinadóa sem vann yfirgnæfandi Ertu með prósent? Já, ég held að 58% kusu Rassinadóa og það bara meira en mörg Supermodel. Og samt veit ég að Eva tók bara Rockstar Supernova tryggja. Gef mér 5 eða? Þetta rosa, sérðu. Þetta alveg high five hérna. Já, þetta mjög. Hvað skil? Og þetta gengur vel. Velkomin Eva. Takk. Velkomin Eva, já, gaman að sjá þig. Já, sem leiðis. Gleðilegt ár, strákar mínir. Gleðilegt árið. Já, það er ástæða fyrir að þú ert ekki með okkur hérna. Nennir að passa glasið. Býta aðeins. Nennir að passa glasið. Þetta held ég Alma. Herðu, þetta Alma. Ég vissi það! Nei, heyrðu. Óli fattar ekki neitt, sko. Ég fattar ekki neitt. Þetta númer 3, þetta ekki númer 2. Hvað að gerast þetta? Hvað? Nei, drekk, hvað að gerast þetta? Þetta alltaf ekki hægt, maður, vá, Það er skoður í sig. Ég ætti ekki vonið að Dói fatta þetta. Var það Dói sem fatta þetta? Já, Dói fatta þetta. Passaði glasið. Maðurinn sem fatta að við værum tvíburar fyrir, hálf ára síðan. Mitt barn sögðu mér að þið væruð ekki tvíburar. Nei, bara alveg mörgum sinnum. Hvað var upprunalega sagan? Ok, ég er búin að vera með okkur í kvöldi bara í einhverja vikur og ég er alltaf bara svona, eru þið tvíburar? Það er bara, nei, við erum bara, góði vinir eða ekki, ég man ekki hvað það sagði. Og svo bara verið vinkonur. Svo setna mér spurði ég, er vissum að þessi ekki tvíburar? Nei, Dói, við erum ekki tvíburar. Bara pirrar, skilju. Jesús, Dói. Og sér heldur þetta áfram og einhvern veginn kemur út að þær eru tvíburar og voru bara að ljúga mér. Jesús, Dói. Hvað? Þú ert einfaldur. Já, mjög. Ég tekti þetta munin að þeim. Já, þú veist, ég á búin að sjá. Þetta er satt ógeðslega praktist. Ef þú pælar þessu, þú veist, she fooled us. Við þekkjum hann ágætlega. Núna er Eva náttúrulega orðin formaður rafíþróttasambandsins, til að hafa mikið með það, samtakana fyrir ekki. Og það er eitthvað sem maður þarf í þannig starfi, það er að geta verið á nokkrum stöðum á sama tíma, safna atkvæðum og annað slíkt. Mjög snið. Það veit enginn hvort ég er búin að nýta mér það eða ekki. Nei, það er reynda mjög gott. En Eva, fyrsta spurning, við spyrjum alla í þessu þætti, rafmagnstannbursti í jólagjöf til maka, heitt eða kalt? Ískalt maður. Shit. Er ískalt vond? En það er það tvær stillingar, hraðastillingar, breytir það einhverju? Nei, ekki neinu. Það breytir einhverju. Mér er alveg saman hvað kemur með þessu tannbursta, það er bara ískalt. Já. En að gefa svona snjallúr. Það er alltaf. En ef að þú tekur það svo í burtu og notar það sjálfur. Nei, ef það virkar ekki í símanuðinum og makiðin byrjar að nota það, er það slæmt? Býta, hæ? Ef það myndi ekki virka með símanuðinum Ertu að meina gafst þér gjöf sem að þú áttir fyrir? Nei, bara þú veist, hún virkaði ekki í símanum þannig ég byrjaði að nota það. Þannig að nota alla gjaf. Já, tókst gjöfin af henni. Var þetta fyrir árið síðan? Já, þetta er þessi gafinni fyrir árið. Þannig að fyrir árið síðan gaf henni úr sem hann notar og í ár gaf henni tannbursta sem hann notar. Já, Dói, viltu hafa sambandum fyrir næstu jól, please? Bara aldrei gefa henni sexy undirfutt. Það er svona 5 sekundur að Þetta var svo kemjusaukur þetta hvernig brandar Það var mjög sérstætt. Já, þetta var ræðilegt. Þetta er svakar. En Eva, stórt ár hjá þér, það er rafíþróttir og ert líka hjá Arena, það sem við erum núna. Líka hjá Arena, heldur betur. Þannig að við byrjum bara í rafíþrótturum. Ég leiði það. Og teististæðistar af pappin. Já, sem er hápunktur ásins. Ég get ekki lengur kalla blóðpappa minn pappa eftir Tryggva, hann eiginlega fyrir mér. Vá, það er rosalega. Hann gerði það líka fyrir mér. Djúvill er teist í orðin pappi margra. Já, ég er bara að kalla Guðna núna, sko. Já. Fólk heldur að sé Óli, en það er mistök. Já, það er Óli sem það er ég. Já, það er þú. Þú ert bara pappi. Ég er daddy. En ef við byrjum á rafíþróttunum, hvað er svona framöndan hjá okkur? Í Rísi? Við ætlum bara að halda áfram að við ætlum alltaf fullið með fyrirlestur út allt, námskeið, bara you name it, sko. Við ætlum bara að halda áfram að berjast fyrir rafíþróttum, sko. Nei, að segja eitthvað frá skemmtilegum hlutum, að segja eitthvað frá námskeiðum og fyrirlesturum, sko. Ef það greiðast námskeiðum mér, fyrirlesturum mér eru skemmtilegust fyrirlestur sem ferð á. Ég man bara eftir að fyrirlestur í Ölmu. Hæ? Ég man bara eftir að fara á fyrirlestur hjá Ölmu. Já, hún reyndar sér það, sko. Já, sér það. En hvað, er eitthvað mót framöndan? Er eitthvað rosalega að gerast? Bara að halda áfram með ljósleðra og svo Valorant og bara allt að fullu.
Rocket League. Talandi ljósleiðmyndina, hún náttúrulega byrjar aftur á morgun. Steytist ekki líka frís? Frís líka maður. Þú ætlar að vera með það? Já, öruglega. Okay. Við þurfum bara að ræða þetta eitthvað. Öruglega? Það er upp á kvöldi mitt þegar ég fara hérna að grilla Kristjánínar á hverju kvöldi. Já, það er einmitt, ég elska það líka. Það er gaman. Ég sá eitthvað viðbrögð Getum við fengið dóaðinn bara svona til að létta á mér? Það er rosalega. Já. En við sáum ekki hérna viðbrögðagatali hjá Rísi, það var gefið út, það var alveg smekkvöld af stöfið, bara alltaf árið. Það er bara aldrei síðan aðeins. Já, það er bara gaman, þetta á að vera stækkað, sko. Þetta er alvöru dæmi, það er bara þannig. Mjög gott, það var alveg geggjað. Arína, það eru fleiri hattar sem þú ert með. Arína, þið eru búin að vera að keyra ykkur upp í viðburðum og gera allt Já, heldur betur. Við erum búin að vera með pubquiz og hann veit ykkur þekkið podcastið, hann Pitturinn. Já. Lítið krúllið, eitthvað bílapodcast. Það voru alveg 2 eða 3 sem mættu síðast. Það voru alveg einhver sem mættu, sko. Og við ætlum að halda áfram með eitthvað svoleiðis. Live events og mót og alls konar. Já, við fréttum aðeins, sko, maður er svolítið beðið við síman, það er ekki mikið búið að hringja. Já. Er ekki búið að vera eldri borgara bingo í Arena? Nei, ég var alveg til í að vera með eitthvað. Er eitthvað að lausa dagsendingar? Ég skal sjá til hvort það sé hann eitthvað eftirmiddags á þriðjudegi eða eitthvað. Já, grái herinn geti komið og það er bara vöflur og séni ver og sér í. Við skulum sjá til, ég heyri bara í þér, Óli minn. Herri, ok, ég er með faxtæki. Já, ekki mál. Já, þannig að það er fullt framöndan, byrja í opnu ekki, það er búin mikið jólin allavega í desember. Já. Það var mikið þar. Og hvað er eitthvað í janúar sem þú mannst eftir hjá okkur? Shit. Já, það er fullt. Þú er búin að vera með COVID, sko. Ég er með COVID, sko. Já. Ég er með heilaþóku, sko. En já, það er, fórlega bara að reyna á Instagram og þá veit ég hvað er í gangi. Byrju, ertu með COVID? Ég er með COVID, sko. Fólk ertu búin að fá COVID ofta? Mér líður með aftalega, það er úrslega loðalegt. Já. Þú ert búin að setja Íslandsmet í COVID-i? Ég veit það. Ég finn ekki bragð, ég held að seinna skipti er eitthvað skárra, þetta er alveg verra. Ok, það er rosalega. Ég hósta svo mikið að ég sleit eitthvað vöðva í maganum. Já. Já. Það er svakalegt. Það er sama að gerast þér mér þegar dói opinberaði sem afturendar í fyrsta sinn. Já, skiljanlega. Þegar ég lett þessu, ég er búin að vera með flensu í jólin og ég er ekki greinast, ég hnerraði svo svakalega í fyrradag að ég tóknaði í hálsi. Hvað er að ykkur? Já, þetta var bara eitthvað stærsti hnerri sem ég man eftir, sko. Fyrra braut ég 2 rauðvín þegar ég hóstaði. Og býtu, hvernig er þetta rauðvín? Ég þarf bara að vera með kraga, sko. Ég finn svona keimin á því. Já. En ekki meiri það. Þetta er bara eins og svona djús. En hérna miðvikudaginn, eru Bay Patrol að byrja aftur á miðvikudaginn? Heldur betur. Já, er eitthvað nýtt? Er það Warzone 2 bara og quiz? Það er bara Warzone, við erum ekki alltaf búin að ná vinn, sko, hvorki off-stream eða on-stream. Við heldum áfram með það. Út árið. Er komið Warzone 2 vinn í Game 2? Náðu við því? Nei. Nei, ég held ekki. Ég held ekki. Við hefum ekki náðið, sko. Nei. Við þurfum eiginlega bara... Ég er með nýjársheit fyrir okkur. Já. Það náði aldrei. Náði. Vá, það er í alveg að klára setninguna. 3 sigur. Já. 3 sigur og einu kvöldi. Nei. Já, 1 sigur. Hann ná bara sigri. Já, sama hér, sko. Við prófum þetta, við byrjum kannski í næstu viku. Hittum upp. Já, þar er þið ætla að stefna á sigur strax núna á miðvikudaginn. Já, nei, ég sagði nú bara næsta ár, sko, eða þú sárið. Já, Korri að setja þetta pressu á ykkur. Þið er ekki nema 4 klukkutími í loftinu. Já. Já, ok. Það er bara meira til, Óli, þú veist það vel. Þú veist það allra best af þeim öllum. Já, þið voru held í næstíð þegar ég var eftir gestur hjá okkur á sigri. Já. Ég var svakalegt. Það er enda rétt. Það var rosalegt, sko. Þú ert betur en þú heldur, Óli. Já, takk fyrir það, Ekki láta strákinn segja neitt. Það er ekki ástæðuleysu að ég bauður í þáttinn. Það þurfti smá pepp. Heyrðu, það er Siggi G var að tala með bingoið. Hann er til í að sko falsa passan til að komast inn á Gráahers bingoið á Arena. Ok, ég elska bingo, ég er ókslega góð í bingo. Já, við verðum með bingo. Það verður Óli fucking Jóels með bingo hérna í janúar í Arena. Í alveg eitthvað tilfelli Grái herinn. Já. Sjálfsverð það til. Er í lagi borgið pizzabóli? Það verður harmoniku tónlist og... Hvað segir þú? Er í lagi borgið bara í pizzum? Ekki einu sinni það, sko. Það fyrir alltaf illa í meltingunni á mér. Getið ég fengið flatkökur? Manstu hvernig pizza? Jú, allt góð. Þetta blæs upp í maganum á mér. Já, nei, ef ég fengi bara síld og flatkökur, þá er ég góður, sko. Heyrðu, Grái herinn, janúar, Arena. Til já. Já, en heyrðu, bara virkilega gaman að fá þig hérna hjá okkur. Fullt að gera. Já, takk fyrir mig. Enn stærra ár. Rétt handað við hodnið, það er komið. Það er komið, sko. Það er bara þannig. Við erum hér. Já, en takk hérlega fyrir þetta.
sjáumst. Bye, Eva. Bye. Það held ég man alltaf, við erum að fara í leiki ársins 2023, part 3. Ég var að spyrja hennu. Við fyrir það. Ég taka bita pítsu. Já. Af hverju? Það var bita pítsu. Þetta er bita pítsu. Af hverju borður allt fyrir? Af hverju snýr pítsan auðvitað? Hvað var það fyrir það? Nei, ég er bara að spyrja. Ég veit ekki, sko, það er ekki löngu hérna... Er ekki bara gott báðum megin? Er ekki löngu bara, þú veist, þurfu ekki bara sætt okkur við að Dói gerir margt skriti. En hvað með allir þess að pakka? Herri, já, við þurfum að fara í það. Vil ég fara í núna? Þú veist, ekki allir í einu. Nei. Já, það var gaman að opna. Þessi fyrir mig, eða ekki? Nei, það er eitt fyrir þig. Við getum gert það og við förum í að kíkja á síðusta skammtinn. Ég ætla að lesa hérna. Þetta, Siggi G kom með þetta hérna til mín áðan. Ok. Og talandi það, bleika fjöðrin treyðunar eru komnar, loksins. Vá, ég var að flexa. Þannig að þær eru að fara í post á morgun og ég byrst innilega afsökunar því sem keyptu treyðu hvað eru að leikja á leiðinni. En það var bara veðrið og ýmislegt sem komið vekk fyrir þetta. En hérna stendur. Takk fyrir ógleymanlega stundir á árinu. Þrátt fyrir að 2022 hafi verið stórkostlegt, þá hefur við trú á að 2023 verið enn betra. Sendi smá pakka með til Tryggva til að minna hann á það sem mér finnst eftirminnilegast á árinu. Okay. Og svo kemur kveðskapur. Okay. Game TV árið nú kveður, Kristján byssuna hleður, meðan Óli er í runna að liggja, þá er Dói innan í Tryggva. Þetta er alvöru kveðskapur. Já, þetta er okkar allra besti Siggi G sem að... samtið þetta og gefið þér hann að pakka. Við veitum ekkert hvað er í þessu. Ég bara vona að Siggi sé ekki með eitthvað agalegt. Jóhanna, getur við prjónað þetta inn og sett inn svona... Já, gefið henni prjónavél næst. Ég get ekki ímynda mér. Nei, það er ekki. Yes. Já, það er ekki. Fyrsta sem ég sér allan að never forget. Já. Alvöru. Þetta er geggjað. Benni, getur þú fundið klippuna? Þetta er að nýbúin að fá Dóa í sig. Nei. Það hlýtur að vera, ég kíkja. Skelltur í þetta. Ég skal gleyma headphone fyrir þig. Þið saminuðu þarna ykkar DNA. Engar nipplir á Twitch. Þetta var DNA, já, þetta er rosalegt. Þetta geggjur gjöf. Sko, Benni er að finna klippuna. Já, Siggi G, við þökkum kærlega fyrir, virkilega vel gert. Þetta er svakalegt. Never forget. Það er að sjálfkvæða sem ég veit að lappum í ból með mynd af sér á. Já, það er bara, þetta er... Never forget. Herðu, takk kærlega, Siggi minn. Þetta er æðislegt. Allt saman. Takk fyrir minn. King Siggi G. Við postum vísunni á Instagram á þetta. Sjáu þið þjáninguna í andlitinu. Sjáu þið sársökan í andlitinu. Það er svo mikill sársöki þetta. Já, smá sársöki. Má bjóða pizzu? Nei, var þú í burtu? Ógeðið. Hey, never forget. Never forget. Bestu það. Jesus. Hvað segir þetta er rosalega? Vil ég fara í fleiri pakka eða hvernig vil ég hafa þetta? Ég er bara hæst ánað með minn pakka. Menn vilja fá hana ból í sölu, sko. Það er konar forpantanir. Það er eitthvað geggjað, við kannski skoðum það. Æðislegt pakki. Já, þetta er agalegt emmi. Þetta er með því besta, sko. Siggi G er tilbúin að hendi nokkur stykki og við bara þykjum það og jáfnvel setjum hann í búðina. Og það verið svakalegt. Þetta er svakalegt. Never forget. Þú sast... Ég satt hér. Ég satt hérna. Þú sast þarna, já. Þetta er allt að koma aftur. Já, þetta er fyrsta skipti fyrir utan svona tilraunastofu sem að menn hafa miksað saman svona DNA á þennan hátt. Það er gaman að því. Þetta er bara gerst í svona lokuðu og stýrðu umhverfi. En þið gerðu þetta hérna bara algjörlega on cam, live á geggjað. Já, ég veit ekki alveg. Já, ég þykir vænt hennar ból. Ég þykir vænt hennar, það er gaman að eiga svona. Það væri ógæslega krútlegt ef þú og Svafa væri matching svona. Já, það væri, sko, svona ef við ætlum að búið til bóli, nú er náttúrulega til myndefni af mér og Svöfu hlið við hlið. Það væri hægt að setja það á ból. Já, fyrsta sinni sem þið hafið eitt maður verið hlið við hlið. Ekki, nei. Það er bara on camera. Ekki on camera, en þú veist, í stúdíóinu. Já. Það er náttúrulega, já. Bara... Já, þetta er... Hann setur A í amatörvídeós.
Spóðið svolítið hvað vont að vera gæði sem setur A í Avatar. Hann setur stórt A. Hann stóra A-ið. Já, ég með, hvað? Sko það sérstaklega verið að vara mig við pitsunni í kvöld. Þú ert búinn að handleika allar. Já, það bara þannig. Gerir þetta að spá einu. Nú Dói svangur. Ertu ekki með eitthvað í póka að smakka? Jú, það þetta rétt. Við erum með hérna frá okkar allra besta manni helvítis kokknum. Hann með einhverja svaðalega heitar eldpiparsultu. Eldpiparsultu? Já, sem væri gaman að, sko, þetta eldpiparsulta með Karolína Rieber og svo ertu með, sko, uppáhaldans Paddington. Helvítis eldpiparsulta, sko, þetta hunang. Nei, þetta hérna appelsínu marmelaði. Aha. Habanero og eitthvað og svo ertu með surtsey og ananas sulta. Þannig að, Dói, taktu þér nú sneið. Af hverju á ég? Þú ert bara svangur. Ég ætla að láta þið fá... Við fáum okkur allir. Já, þetta er vægasta sultan. Við fáum okkur allir. Já, hérna. Fá þér. Ég er með sneið. Þú ert með sneið, þetta er þín sneið. Af hverju settur svona mikið á mína? Þetta er ekki nóg, þetta er sulta. Þetta er sulta, slaka á. Finnur þið lyktin af þessu? Já, borða þetta bara. Nei. Hvað er þetta? Bara borða þetta? Þetta er bara sult. Fá þú þér líka. Vá, er þetta eitthvað gemisindið það? Já, ég skal fá mér. Ekkert mál. Á sama tíma ári? Sultu bræðurnir. Sultu bræðurnir tveir saman. Já. Sætir og kátir borða svo klárar þú bara restina af Dóa þegar hann vil ekki meir. Það er náttúrulega alltaf klassísk sagan að hundinum hans Tasty, sultuhundinum. Hvað settur þau mikið? Já, ekki hund. Og hann er ekki sultuköttur. Nei, hann var blindur. Akkur byrjuðu þið ekki á veikustu þegar að byrja á sterkustu? Nei, þeir að byrja á veikustu. Það finnur bara beint í. Hvernig er þetta? Kláraði þetta Dói minn? Er þetta gott eða? Þetta er svona... Nei! Mér er svo... Oh my god. Mér er svo óli. Neitt að drekkur. Erum við ekki að fasta? Jú, ég er að fasta. Kottu hérna. Nei. Farðu með þetta pilsu. Láttu burtu frá mér hana. Nei, hann er að gera flugvél. Oh my god. Ég veist að það er svo bæti. Þetta er veldig góð. Hvað ætlar að fá þig bara... Þetta vakti eitthvað upp. Hvað? Akkur gerur þetta? Oh my god. Er þetta eitthvað að mála? Grípið þetta eitthvað gamlan katt fyrir mig. Nei! Dói, myndi bara standa ekki upp rætt. Við viljum hvað gerir síðast. Við náðu ekki að drekka, sko. Við eigum ekkert að drekka. Það er ekkert að drekka hérna. Þetta er svo gott, sko. Ég er búinn að smakka þér. Þetta er gott vond. Hvort er þetta meira gott eða vond? Þetta er mjög gott. En sko, ertu með fleiri skeiðar eða? Því ég er bara að spá. Fyrst að Dói er að gera þetta svona, sko. Verðum við þó ekki að leyfa honum að trappa sig niður? Já, með smá Paddington. Já, þetta er marmelaði. Viltu kannski bara fá þetta svona? Já, ég segi bara við sultu hundar landsins, varðið ykkur. Akkur hver er þetta ekki úr skeiðinni, Anna? Út því að þú kláraði það líka síðast. Hérna? Marmelaði er þetta? Nei. Viltu marmelaði? Nei. Fáður. Óli, viltu marmelaði? Já, ég til hitt. Alltaf þetta gamla mannin toppaði, Dói. Þú veist, Óli hámar í sig bara í svona að aldrei fengið að borða, sko. Hvað er með skeið á þessu? Ég er að gefa þér þetta. Hvað er með skeið á þessu? Ég setja það þessu. Hvað er með skeið á þessu? Hvað er að... Ok, hvernig er þessi bara... Þessi er alveg svona sérstaklega öðruvísi sterk. Er það? Já, hún býtur í, sko. Hún býtur í? Já. Hver myndi að segja að vera munurinn? Er mikið munur? Sko, ég myndi segja appelsínu kveikindið. Já. Annarkvort er hinn að byrja að kikkin. Nei, hún er kannski að byrja að kikkin núna. Mér finnst hinn svona aðeins sterkari. Ok. En þá er bara skemmtilegt því ég sá daginn að 51% þjóðarinnar vill ananas á pítsu. Já. Og það sem er skemmtilegt er að þetta er ananas. Já, Dói. Dói, láttu það. Elskar ananas. Síðasta sultan. Þetta er síðast. Þetta er bara kidstuff með hinnar. Já. Þetta er alveg sterkt, sko. Er þetta bæði?
Nei. Þannig að við fá blábæri aftur. Nei. Var þetta ekki bara allt gott? Kristján, heldur þú læðir smá ananas á þessa pizza? Já, ert þú annars maður á pizza? Já, ég elska ananas. Ég er ennþá bara smá svona eftir rýpun, hann er ennþá kikkin, sko. Er þú út undir? Þetta svolítið þétt, sko. Já, þetta skemmtilegt. Ég búinn að smakka þar allar og þetta geðveikt bara í svona ostabakka. California rýpur náttúrulega bara helvítið tík, sko. Strákar, ég bendi ykkur á skjáinn hérna. Já. Drengir, þá fyrir að hefjast þáttamót. Mér líður bara ekki vel eftir þetta. Hvað segir, eru lið og skilur aðeins styragjöfuna? Þetta er ég bara, hann borðaði hana. Af hverju var Siggi að segja, ég er nokkuð vissum að Tryggvi hefði getið sleikta flugu þarna þegar þú rétti með snakk. Þú verður fucking gefa mér hundamat á þér. Þetta er fárlega sterkt. Þetta er svo Karolína Líber. Karolína Líber. Þannig er hann. Þetta er svo gott. Alvöru. Ó nei. En, já, þetta er stórkostlegt. Þetta var svo aðeins dæmi, sko. Shit, þetta er ömurlegasta kvöld lífsins. The worst day of your life yet. Hættu að steikja! Dómur er alltaf lagi með þig. Já, bara veist. Ég vissi ekki að Dómur hefði að svima smá. Þú veist, þetta er bæði ógæðislega fyndið og ógæðislega ívúl. Herru, við þurfum að Hvað fær maður svona California Reaper? Á hverju segir þetta eins og þetta? Af því að mér er tókunni. Á hverju sé tvöfalt off í Viper? Karolína Viper. Karolína Viper. Ég trú ekki þessi reliving this. Viltu smá blábærissöldu? Nei, ég bara er góður að eilífa. Ég ætla aldrei að borða hér inni á æfinni. Nei, það er bara, þá fer ég bara heimtíðin. Þá ferði ég bara heimtímin. Hvað er það að segja? Það ferði bara heimtímin. Ég verði að koma eitthvað að drekka. Það ferði bara heimtímin. Mér sýndist okkar allar besti að vera að hlaupa frá. Já, bara að segja. Herru, já, þetta er alltaf rosalegt atriði og við þökkum Sigga enn og aftur fyrir. Já, og þökkum Helgi Skokknum fyrir að senda okkur þetta. Já, geggjað. Geggjað sultur, ég mæli með þeim, ég finnst það allar góðar. Þetta er nefnilega gott, sko. Já. Hvar fær maður? Hvað er að... Ég veit það ekki, þetta er bara, ég fengi um þetta sett. Ég nefnilega sá... Ég held að maður googla þetta bara. Já, ok, hlaut að vera. Hvað ert að gera? Jú, ég heyrði að það verið komið í meilabúður. Hættu. Þeir eru með fullt af svona ykkur sterkustafi. Ok, þetta er magnað. Leggi Dóra í læsta hliðalegu. Hann er að fara í gólfi. Viltu með það? Þetta er svo... Þú er líka að klára maður. Kristján, nú færð þú þeir hérna. Ég er búinn. Nei, já, leið mér að segja hvað þú svolítið. Hvað er hérna svona rauða? Ég vil ekki hafa það. Herri, drengir, en það sem við eigum eftir að gera, við eigum eftir að velja mím ársins. Þau eru mörg skemmtileg sem voru þar. Og við eigum eftir að opna pakka. Við erum minn almáttur. Við eigum eftir að velja leik ársins. Já, við eigum eftir að velja leik ársins. Vonbrigði ársins. Endum á því og vonbrigði ársins. Við eigum eftir að kíkja það tvennt. En eigum við að, sko, við eigum eitt part eftir að leikjum ársins 2023. Já. Viljum við renna honum í gegn núna? Það er ekki bara. Það eru svona leikir sem er ekki konir. Það er líka komið vatn innan fyrir Dóa. Skellum 2023 leikjunum part 3 í gang og sjáum hvað er framöndan árið 2023 og þetta er rosalega. Þetta myndi maður svolítið á vasspásunar að háum í bransi. Já, þetta var intense vatn. Mjög intense. Viltu sneið? Heistu ég eftir að setja þessa skeið upp í sig? Nei. Þessi skeið á má brenna. Þú veist ekkert hvað skeið þetta var? Nei. Ég tek enga sensa. Nei, þetta er bara þannig. Öruglega ef ég séð skeið heima, þá verð ég hræddur. Já, hann geti hafa komið heimtíður og sleiktar. Já, þú veist, hann er til alls líklegur. Já, hann hótaði því á hann. Já. Hugsalega búin að því. Vantaði ekki nýjan tannbursta? Vá, þetta er brútal. Það held ég er okkur að nýja leiki, drengir. 2023. Já, leiki sem er ekki konum í dagsendingu, er svolítið langt úti, þannig að hvað segir Benni okkar allra besti? Ertu með part 3? Ég er með part 3. Eigum að kíkja á það.
Já, gerum það verður Skulum gera geggjað. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. Wasn't human. Retreat! Retreat! Willis! Open fire! Go! 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 Alvarez! Through that door! Hold that door, Sergeant! Son of a... died to give us a chance to start over. All that I know from their Earth are the creatures they sent along with us. And here on Arat, every day is a fight to survive. But if anyone can tame this new world, we can. One who could surprise me. One who could even beat me. Yet all I found is disappointment. Will one of you finally give me what I desire? Já, nei, við erum hvað, það komið, hæ. Þetta var besti brandari sem ég heist. Ég sammála þér. Er það að sjá þið, fullt að leikjum árið 2023, drengur. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate, Ark 2. Það ekki? Jú, Avatar. Avatar Open World. Hvernig verður það? Ég veit það ekki. Ég er spennt fyrir því. Það er reyndar ágættis pæling, sko. En ég er nýbúinn að fara á myndina, þannig að ég er svona pínu svona... Vákvæði verið til að fara í... Nei, vákvæði verið til að fara í gegnum hennar heim. Já. Og því ég er svona... Sko, það sem ég sakna mest úr töluleik er tilfinningin sem ég fekk í Eve og WoW í gamla daga. Sem var þetta exploration dæmi. Þegar maður hélt að allt væri mögulegt. Áður en maður vissi hvernig MMO-leikir væru, maður hélt bara að maður gæti verið í tórinn og labba á einhvern bar og byrja bara að tala við annan fólk. Nei, ekki bara það. Ég gleymi því aldrei, þú veist, að hafa verið, sko, þú veist, í fyrsta skipti í Stranglethorn Valley,
baby. Þú veist, og bara þegar þú þurftir að fara þar í gegn í WoW og það voru allir hauskúpur í kringu þig og þú voru bara skítrættur, jú, þetta er level 28 svæði eða eitthvað, sko, þetta er ekki neitt. Já, mann líka vissi ekkert hvernig það virkaði. Vissi ekki hvað max-levelið var. Mann vissi ekki hvað maður var að gera í endgame, mann vissi ekki hvað raids var. Já, og því að maður var ekkert heldur að skoða það einu sinni. Nei, ég persónulega held maður myndi bara fara í eitthvað stríð þar sem allir serverunum myndi öllum serverunum Alliance myndi Horde og eitthvað, ég get spennt fyrir því. En svo svo er þetta bara eitthvað svona einhver formúla sem hefur allt múleiki í gegnum tíðina. Ekki en Eve náttúrulega líka bara byggist algjörlega á því hvernig þú ákveður að spila hvernig skemmtilega ekki. Já. Hann getur það bestu versti. Fórstu einhvern tímann að spila Outer Wilds eins og ég mældi með, bara svona upp á, af því þú varst að tala með þig langa í Exploration? Já, nei. Ég líka, sko, ég ætla alltaf að spila Outer Wilds. Benni náttúrulega mældi með honum, ég lofaði Benni að ég myndi gera. Ég var aldrei opnað. Hann er single player, ekki? Hann er single player og hann er bara, ef þú fílar Exploration og Mystery og eitthvað svona. Mér finnst það bara svo gaman í hóp, sko. Hann er með frábæra dóma Outer Wilds, sko, ég þarf að spila. Outer Wilds er sennilega besti leikur sem ég nokkuð tíma að spila. Nýjársveit, ég ætla að spila hennar leik. Betri heldur en Elden Ring, God of War, alltaf stöf. Jöp. Wow. Kom hann út 22? Outer Wilds? Nei, það er alveg 20 held ég. En hérna þeir kom út með aukapakka í fyrra. Fyrir hann sem að expandaði söguna svolítið. En sem sagt, ykkur að segja þá breytti þessi leikur hvernig ég horfi á leiki yfir höfuð bara. Já. Þú veist, hann er það góður. Það er rosalega. Það er ekkert annað. Það eru stór orð. Sko ég er að spila God of War núna. Outer Wilds. Ragnarök og það er eiginlega fyrsti single player leikurinn sem ég spila bara frá ég var krakki. Mér finnst það alveg magnað. Já, ég veit ekki akkur, ég fór bara all in í online stuff. Sko. Já, ég hef alltaf verið það líka, sko, online. Multiplayer. Og meira segja, sko, eftir svona byrjun á God of War 9 er basically bara tutorial, nema þú hefur bara hluti á sögunni. Og í gegnum það var að næstu ég búin að missa mig. Þú vil sé ekki eftir því að hafa haldið áfram, sko. Mista því í byrjun? Mikið af singleplayer-leikum, þá verður maður svona að pína sig áfram. Leið þú tengir sögunni eitthvað, þá er þetta bara svona, þú ert bara í svona stream út og fara hann með ánni bara. Ég lendi í því með Skyrim. Fyrst getur sem ég spilaði Skyrim, þá var ég bara, ég er ekki að tengja þetta, sko. Elska á Oblivion, svo þeim með, sem að púsa þessi í gegn, þá náttúrulega Skyrim bara. Spilaði Morrowind. Já. Það er svona dæmileik sem heldur enga veginn í höndina þér. En er samt sem að leið þú byrjar á honum, þá er það bara, ég held að Morrowind hafi verið bestu open world. En er ekki Elden Ring líka þannig? Hann er basically alltaf að reyna að drepa þig. Jú, en ég er meira að tala sko, heldur ekki höndun á þér að þú býrt þína eigin sögu í henn, sko. Já. Hvernig er það, ég spila ekki Elden Ring, er ekki mikil, þú veist, stór saga í honum, þú veist, sem það er svo. Jú, það er saga. En hún er ekki svona narrative driven eins og God of War, þú ert ekki að lappa bara Nei, God of War er basically bara bíómynd sem við viljum taka. Hann er meira opin, Elden Ring er meira bara svona þjáning og pynting og að láta sér líða illa og hann er það gerður, já. Þetta From Software þarna gerir hann og gerði Dark Souls leikina. Þetta er bara menn sem eru bara í fullri vinnu að reyna að kvelja fólk. Já. Herðu, Benni, nennir að pulla upp eitt fyrir mig. Ég er ekki búinn að spila Elden Ring, en ég sá held ég bestu óvina hönnun sem ég hef séð. Og það eru þarna handagaurarnir. Já. Þetta er ógeðslegt. Þetta er svo einfalt. Leita, veistu hvað ég er að tala um? Handagaurarnir. Þetta er svona köngulæðir sem er með bara fingur. Enemies, handspiders. Handspiders, Elden Ring. Og bara, þú veist, ef þið eru klíugjörn, ekki horfa. Og Benni, þetta er bara mest scary óvinnur sem ég hef séð. Benni, það er að pulla upp. Getur þú tekið chattu og setta bara svona basically sem andlita á Tryggver? Afsakið? Svona. Nei, takk. Ákveðu? Þetta er eitthvað sérstaklega að streymi, sko. Svo ég sá það Óli með lappa. Já, nefnum að setja upp í hotfrega þarna, takk. Já, þarna. Herri, já, ég er með þetta. Erstu búin að finna fingraspæðis? Þetta er sko, þegar ég sá þessa hönnun fyrst á óvinn og sérstaklega verið að fara að vinna í töluleikagerð og svona, þegar maður horfa eins og öðru ég sá þetta. Þetta er bara einhver besta hönnun sem ég hef séð. Mjög creepy movement. Þetta er ógeðslegt. Nei, það er bara YouTube þetta. Og sko, þetta kemur upp úr jörðinni, sko. Finger creeper. Finger blaster. Finger creeper. Finger blaster. Þetta er rosalegt dæmi, sko. Finger creeper. Já, sjá þetta kvikið. Nei! Jú, þetta er ógeðslegt. Þú veist, hversu ógeðslegt fyrirbæri? Þegar þetta sé og grefur sig upp. Þetta er ræðilegt. Hversu góð hönnun? Þú hatar þetta instant. Svakalegt dæmi, sko. Þetta er þjáning og ekkert annað, sko. Þetta er svakalegt. Mér langar bara að sjá þetta moment aftur hérna.
Hvað að þér? Þetta geggjað, sko. Sko, ég búin að sjá þetta líka, þú veist, ekki úr einhverju svona cinematic feeling. Ég veit hvað var að skilja. Það var alveg jafn nöðmulegt í seinna skipti. Þetta rosalegt dæmi, sko. Sem betur fyrir ekki boss sem þú ert að drepa sem svona. Þú getur forðast fingra spæðurs. Þetta er náttúrulega Elden Ring einn af náttúrulega talið verið einn af bestu leikjumársins, var valið hann að Game of the Year og hann að Game Awards. Ég ætla bara að segja hann sé það. Og já, við förum... Sáu þið það? Já, það var svakalegt atriði, sko. Benni, þú þarf kannski að finna út, við erum að fara yfir árið. Hérna, veistu hvað er að tala? Nei, hvað var það að segja? Hérna, þegar þeir eru að taka á móti velunum og það var boðflenna með þeim á sviðinu. Lörkar eitthvað maður í bakgrunni. Einhver krakki. Já, það var svakalegt. Hann nominataði Bill Clinton eitthvað. Já, og sjáðu hvað þú finnir ekki klipp. Já, ég kom með það, Það var þetta svakalugur. Ég hef ekki séð þetta. Hann var óþægilega lengi fyrir aftan, sko. Já, þessi gæði sérst ekki að vinna með þeim. Nei, sem lengst til hægri. Hann er það, sjáðu hann er sko að tjekka á kamerunni hvort hann sé í mynd. Já, þetta er rosalegt. Og svo eru þeir eitthvað að segja... Getur við fengið hljóð? Þetta er bara einhver. I think if God of War Ragnarok came out just a few months earlier, it would have a bigger chance. You know, real quick, I want to thank everybody and say that I think I want to nominate this award to my Reformed Orthodox Rabbi Bill Clinton. Og hann fekk að segja þetta bara óreittur. Og svo klappa salurinn, sko. Já, ég veit að það er allir confused. En rétt eftir að hann fer á sviðinu þá bara heyrist í mæknum bara you need to leave. Bill Clinton er ekkert... Nei, þetta er bara grín. Bara grín, sko. Og svo kom á Twitter að kynnir hátíðarinn og svo sem heldur utanum þetta, hann tilkynnti að það væri búið að handtaka hann. Já, en það var síðan rátt. Það var síðan rátt. Nú var það rátt? Það var leiðrétt. Já, ok. Þannig að hann hefur bara verið þarna óreittur og ekkert flottur. Hann hefur sennilega verið, þú veist, aðeins yfirheyrður, sko, en hann var ekki settur í fangelsi. Nei, ég meina, ég man aldrei eftir að lesa í lögum að þú meir ekki fara upp á svið þegar búið að velja leik ársins og tala Bill Clinton. Þykist vera partur á krúinu. Ég ekki myndi koma fyrir mig, ég er bara ekki að standa þarna í röðinni, fá mig bjóra eða eitthvað svolítið, er ég komin upp á svið? Já, svona bara eftir vitlausar röð var komin upp á svið. Bill Clinton rappaði. Svakalegt. Herri, þetta voru bestu leikinnir, en það var að fórum og spurðum okkar allra besta fólk vonbrigði ársins 2022 og það eru þá leiki sem að menn voru jafnvel spenntir og menn og konur spenntir fyrir, en brugðust vendingum og það er til dæmis það er ekki á fæð það er svo akalega þessi gauðskóðstis það voru leikir eins og Gotham Knights sem að margir höfðu beðið lengi eftir. Þetta er náttúrulega Gotham, þú veist, Batman-leikirnir og þetta búið að vera þvílíkt. Arkham og þetta systemindur. Hver var kosin bestu leikur ásins? Elden Ring var kosin þarna Game of the Year. Við erum ekki búin að gera í okkur. Það er stóra gull að gefa það er í restina. En hérna eru vonbrigði ásins. Það er Gotham Knights til dæmis, sem er leikur sem var mikið búist við af. En hann er bara, ég var að sjá comparison á Arkham-leik og nýja leiknum. Og það er svo Arkham-leikurinn sé flottar en nýjum. Já, ég sé það. Nei, þetta er hræðilega, þeir eru einhvern veginn mistið úr sig. Vantar nýjungur. Svo er Overwatch 2, hann kemst ára að lista yfir vonbrigði ásins. Já, talandum að vantar nýjungur. Hann alltaf kemur einhvern veginn free to play, prófa að breyta mótil á honum. Fyrir var náttúrulega bara seldur í hefðbundin sölu. Ég veit ekki hvort það sé að koma nýra á leiknum. Hvernig eru þið að fíla hann? Ég veit, Kristján, þú varst ánægð með hann fyrst, var ekki? Nei, mér finnst það bara... hraður og skemmtilegur leikur. Mér finnst það bara gaman að hoppa inn í þetta skjóta. Já, en ég upplif ekki þetta taktikal dæmi í þessu skilju. Þetta er svo mikið hack'n'slash. Fyrir okkur sem vorum bara komið í fyrst skipti, ég var að spila á þetta fyrst skipti við streymum. Já, ég líka. Mér fannst þetta bara, þetta var bara hoppa, skjóta, skjóta og hopp, deyja. Og hlaupa aftur á sama stað og hoppa og skjóta. Hoppa, skjóta og hlaupa og deyja. Og mér fannst mér ekkert endilega að vera rewardaður fyrir að vera góður að hitta. Nei. Það er sama í tilfinningu ég fæ í Valorant, sem mér finnst líka leiðilegt. Það er bara þvæla hjá þér. Nei, ég veit það, ég veit að þér finnst það. Ég fæ bara ekki þetta svona holy shit, ég ger eitthvað geggjað í Valorant. Kannski út í valdur náða að gera eitthvað geggjað í honum? Ég er að segja, mér finnst ekki eins og ég fái mikið advantage með að vera góður að eima. Já, það er klálega í Valorant. Valorant? Það er klálega advantage í Valorant. Já, það er fyrir sig. Mér finnst ekki vera það í óvart. Passa þrýstum. Sem að mér finnst vera að gatta mig óvart. Fáðu smá sulti. Já, fáðu smá sulti. Herru, svo erum við að tala um Babylon's Fall og það er nú ástæða fyrir því. Hann kom út á árinu og þeir lokuðu serverunum sem hann keyrði á nokkrum mánuðum setna. Það kom út leikur sem var server og hann lokaði á sama ári. Já, Babylon's Fall var leikur sem hann búist í mikið af. Square Enix gaf hann út sem voru að gera náttúrulega Final Fantasy og þessa leiki. En það var skita. Það er pínu klúður. Svo kemur þetta Ghostwire Tokyo. Ég man þegar ég sá trailerinn á honum, þá var ég gríðarlega spenntur fyrir honum. En hann skeitt. Rainbow Six Extraction. Þeir gáðu einhverja... Ég hef aldrei verið í þessu Rainbow Six. Þeir endurgerðu Saints Row til dæmis, settu það inn. Það eru líks, ég elskar reyndar. Já, en Saints Row, mörgum fannst hann ekki verið að performa, þú veist, hann er mein gallaður, en er samt, þú veist, maður hugsa með Saints Row, því hann er svo bilaður þessi leikur,
maður veit ekki alveg stundum hvort það er galli eða hvort það sé bara svona klikkaðir leikjahönnuður sem gerði hann. Ég man oft eftir í þessum Saints Row leikjum þá bara, þú veist, bílaði hlutur en það var partur af leiknum, bara eins og það væri skriptað inn í leikin. Já, nákvæmlega. Svo Warzone 2. Var ekki þannig með líka í Cyberpunk? Eins og það með byssuna í gegnum haus. Það er eitt af momentum svona streamsöguna minnar. Þegar þú varst með gaurinn í fanginu sem hann leiðaði í gegnum allt. Hann er að deyja, þú tókst þig bara frí til að spila hann. Og hann er með risastóra skambissu í gegnum hausinn á sér að deyja í fanginu þar inn í bíl. Og því að hann var skotin í magan, sko. Ég reyndar fannst Cyberpunk bara skemmtilegur og ég lendi mjög fáum böggum en þetta var einn af böggunum sem ég lendi í. Þetta var bara svo fyndið. Já, svo mjög fyndið í Cyberpunk eins og þá, sko, módelin í andlitsmódelin, eða hvernig þetta var gert hérna, svona, að það var bara náttúrulega fullorð fólk, svo spönn. Það voru alveg svo fullorð fólk bara minna. Það var bara sömu andlit. Það var ekki barnslega andlit, það var bara fullorður maður, bara lítill. Það var kannski var bugg. Já, þeir voru held ég bara svona að flýta sig aðeins, kannski. Ég hefði átt aðeins að gefa. Ég meina, þú veist, flýta sig, voru ekki búin að senka hún 3 svara? Jú, ég held að Cyberpunk séu eitthvað mesta fall í bara heimi tölvuleikina. Þetta var bara allt of mikla vænting. Hype-vélin var hér og deliveryð hér. Witcher 3 er svo fucking góður leikur. Nei, menn þeir voru bara frá að búa til viski og svo einhverju tímapunkti, þú veist, þetta hefur gerst ógeðslega oft fyrir viskiframleiðendur. Það tekur allavega 12 ár fyrir viski að vera fínt í tunni, skilur. En fjárfestarnir vilja pening aftur til 4 ár. Ég held að þetta er bara sama ástæðan af hverju þeir eru aldrei að fara að gefa Half-Life 3. Það er of mikið af væntingum. Þú getur ekki gert Half-Life 3 góðan, ég held að það sé ekki hægt. Nei, kannski það. En þú getur ekki gert netleik góðan í dag. Leikirnir sem að fá geðveika einhvern og annars slíkt og koma út í dag er eitthvað svona Valheim sem enginn átti von á. Já, Stray. Stray, nákvæmlega. Kattaleikurinn. Elden Ring er sería af leikjum sem að bara, þú veist, eru mjög vinsælir, mjög mikil eftirvænting líka eftir Elden Ring sjálfum og hann bara gjörsamlega deliveraði. Ég meina, okkur ímyndaði þegar næsti Elder Scrolls kemur. Skyrim. Það verður eitthvað. Það verður eitthvað dæmi. Nú svo verður að tala bara Warzone 2.0 og nú tala hann aðeins á hana. Það var náttúrulega olli ákveðnum vonbrigðum. Svo er náttúrulega kemur hérna buxurnar að stóa þegar náttúrulega ekki halda. Það er hérna búið bæta við því svari og er að fá helviti góða kostningu? Já. Í öllum kjördæmum? Já, og allt slikt að pringul. En þá buxurnar mínar séu ekki að halda. Það eru vonbrigði ársins því að þær voru náttúrulega ekki að halda skora. Þær halda ekki. En ég ber mikla voni við þessa peysu. Já. Ég vona við sjáum hann oft. Skikja. Drengir, hvaða leikir haldið að hafi tekið þetta í valningunni? Ég valdi Warzone. Hverju voru tilnæmdur aftur? Það eru svo langt sem við tölum við það. Gotham Knights, Overwatch 2, Babylon's Fall, Ghostwire, Rainbow Six Extraction, Saints Row og Warzone 2. Ég held þessi Warzone. Warzone 2. Ég meina þú veist, sem vonbrigði. Það er ekki að segja hans í lélegast. Nei, bara vonbrigði. Þegar við spilum hann þá hann er alveg svo hann að kaldera. Það er alltaf mikið í gangi, það er alltaf mikið í húsum. Já, nefnum búið að flækja mér svo mikið. Það eru loadout sem droppa 5, farað kannski, þú getur farið eitthvað strong, það eru 3 svoleiðis, allir koma. Eitthvað NPC shit inn í þetta. Koma eitthvað NPC og það er muni eftir metun í Warzone 1, hvað svona setna, það sem allir voru í bílum og með bara shotguns og akimbo-byssur, það var bara besta. Og stönn. Þetta er bara nákvæmlega saman. Já, ég er alveg sammála. Ég held að þetta sé gríðarlega, hann lendir inn í öðru sæti sem mestu vonbrigði ársins. Hann er meira að vonbrigði í vonbrigði. Já, hann er vonbrigði í vonbrigðunum. Getur ekki svona unni það. En ég held að, þú veist, maður ber líka að hugsa þegar Warzone 1 kom, það var alveg fullt af vissinni með hann. Hann lagaðist mjög mikið í gegnum bara seasonin og þeir voru alltaf að bæta hann. En maður gaf fyrirgjöfum, þú veist, það sem að þeir verða ná og bara, þau verða ná til þess að þessi leikur ná eftir sama sjarma fyrir mér er að playstílinn sem að var í byrjun sér í Worth It sem var ógeðslega mixed, þú veist, akkurat núna eins og þú veist að nefna, þetta er bara alveg eftir á bíl með akimbo eða shotgun eða eitthvað dót inn í andlitinu, stönnar allt, notar ógeðslega mikið utility og eitthvað svona dót sem er fínt og á ógeðslega mikið heima, sérstaklega í competitive shooterum, en það sem var svo beautiful við fyrsta Warzone var bara ógeðslega mikið af fólki sem ég hefði bara þekkti og hafði bara að spila FIFA eða eitthvað í gennum tíðina. Þú veist, var alltaf bara að fara að spila Call of Duty. Já, hann var miklu opnari, líka þess mappið, fyrst var alltaf miklu opnara. Þú veist, maður gætt, eins og við elskum. Djúft að segja, sko. Já, þú veist, eins og við náttúrulega elskum að snæpa og þú veist, að snæpa í nýja Warzone, þú drepur ekki í haus. Þú þarf að vera með einhvern sérsníðan snæper sem að þú þarf að vinna þér upp og vera með allt fullkomi. Ég heyrði það bara á þér. Þólega ekki. Veistu hvað er pirrandi að miði í haus á einhverjum með snæper og hann deyr ekki? Það er pirrandi. What's the point? Það er mjög pirrandi. Þólega ekki. Það er næstu að pirrandi og að þú stönnið báðu hvern annan. Gæinn dreipið þig að það er með fjárstæringu. Já, það er náttúrulega annað, sko. Hún eimar fyrir þig með út stönnar. Hún eimar fyrir þig með út flassar. Hún eimar fyrir þig þú sérð ekki.
Leikurinn hefur aldrei verið meiri bara einhverju blossi og einhverju reykur og eitthvað svona alls konar artverk sem að leyfa bara ekki að sjá hreinlega hvert þú ert að miða, en sko, þú þarft ekki að sjá ef það verður að miða fyrir þig. Og ég verð að segja að mér finnst balans í þessu leik á þann hátt að fjastringar á PC-tölvum, þar sem aim assist verður sterkara, bara gjörsamlega brotið. Og það ógeðslega leiðilegt að vera að spila leik þar sem að reynilega þetta bara stakka upp á móti þér. Já, og svo náttúrulega að finna að þetta eiginlega ekki sko PlayStation PC, þetta PC með fjastringar sem mest. Já, sem að bara flestallir streamerir að breyti, það allir að breyta yfir í fjastringu. Já, náttúrulega það hefur aldrei verið gæja á móti. Þú veist, ég elska, en það líka annað sem ég elskaði, það var þetta að við gátum, þú veist, bara þegar við 4 byrjum, þá ert þú á PlayStation og við á PC og eitthvað svona, þú veist. Og það var einmitt að gerast, þú veist, það var bara einhverjum vinir mínir sem ég aldrei getað að spila með því ég var PC-gaur og þeir voru, þú veist, PlayStation og eitthvað svona. Þá allir nú við fannir að spila á fullu saman, sko. Og þetta vandapinnu, sko, í þetta. Þetta var frábært. En mér finnst líka, hvað finnst ykkur bara hvernig, bara lútgjáðunum varandi, sko, hann svona flóknari, þetta looting system og svona, þetta orðið svona meira vesen. Maður að standa yfir líkinu bara í 20 sekúndur og að tæma alla vasa. Voru líka búin að gera þetta bara svo flókið, náttúrulega, þú veist, þetta system, þetta battle pass grænt upp í, þú veist, að klára alla byssur og eitthvað dót, var alveg nægilega nasti, en í dag þarftu bara eitthvað, herri, og langar alltaf snæpurinn geti, hérna, í einu headshoti, þá þetta fara að taka hennan hamar hérna og ná í 800 long range kills. Já, þetta svakalega, sko. Já, ég ekki hrifin að í hvernig þessi leikur byrja. Þetta svo PUBG svolítið, þetta svo meira svona hardcore útgáfa af leik að hinn var meira og meira commercial. Þess að hafa eitthvað reynd að fara tilbaka. Minna tæmt út fljótar að drepa. Já, fljótar að drepa. Það eru bortar meira að þú getur... En núna eru komin nokkuð stór, það eitthvað sem ég held við þetta bróðir, komin nokkuð stór game mode inn í Modern Warfare. Og okkar allar besti Hilmar sem hérna að passa upp á það, stinga upp á okkur, þar gætu villumis fara að búið til streymakefna. Það eru game mode sem að taka, þú veist, 8-4 manna lið og eitthvað svona. Já, við þurfum að skoða það. Algjörlega, ekki spurning. Þannig að endilega farið það, en var ég búinn að koma... Nei, þú varst ekki búinn að segja mestu vonbrigði. Mestu vonbrigði ásins, við skulum bara kíkja á það ef að Benni með klippuna. Það gamli góði Overwatch 2. Það voru 32% sem kusu hann sem vonbrigði ásins. En líka einhver munur á þessu leikarframlega? Fyrir einhverju? Ég sé enga munur á þeim, en ég spilaði alltaf líka gamla. Nei. Ég spilaði gamla og ég, mér syns það að vera sömu karakterar, sömu abilities, Það var ný skinn, aðalega. Já, var þetta ekki bara að færa leikinn yfir að vera free to play án þess að þurfa að færa hann yfir að vera free to play? Já, líka var ekki verið að minnka frá 6 niður í 5 manns liði. Já, ok. Fyrir 5 liði. Það er ekki rosalega vandræðið fyrir prófið sem eru 6. Jói, sorry. Máttur á bekknum, sagði? Já, velkomin á bekkin, en út. Já, ég meina þó að við höfum ekki verið að bera saman 1 og 2, þá fannst mér þessi leikur ekkert. Nei, við erum ekki búin að ferja hann aftur. Og við erum alveg búin að vera það loosey-goosey í því sem við veljum að spila. Við höfum oft verið að fara í leiki sem eru bara aftur og aftur, sko. En reyndar, sko, Rósum Warzone aðeins, proximity chatið er brilliant. Já, geggjað dæmi, sko. Ég reyndar að elska það. Ég er bara að sjá svo mikið að finnum Já, þetta er bara... Fólk að tala saman. Fólk með voice changer að vera börn og eitthvað. Þetta er bara svona... Ég elska þetta ekkert tímann þegar við vorum að spila ekkert tímann bara alveg fyrst og við lendum í lobby með fullt af einhverjum íslenskum krökkum. Ég er að segja þér, þeir voru þarna, sko. Nonni, hann var þarna, sko. Við vorum bara að drepa einhvern og ég fyrir bara samviskubitt, bara shit, þetta getur bara einhver vinur svona mín, svo ég er bara eitthvað búin að skemma kvöldi. Já, þetta er rosalegt. Þú veist. Og náttúrulega besta vídeóð að öllum er þarna þegar það gengur í neti núna, það sem að strákurinn mammans greip hann með eitthvað opið á hinum skjánum. Já, ok. Var það í proximity chat? Hvernig hún brótti því? My pants slipped down. Mom, when you came in, you startled me and I stood up and my pants just slipped. Býtu var Kall Greif, var hann bara að spila og skemmta hann bara niður leikið? Já, greinilega. Já, þetta er Elsku Kalli. Já, en hérna... Þetta er fake, sko. En við vorum að tala Warzone 2, þá kannski, Benni, það var mynd þarna sem við fengum senda af stýrinu. Sko, þetta er Pílufélag Hafnarfjarðar. Þeir eru með þetta. Senda okkur sem mynd. Já, stýrinu. Nei. Já, þeir af hverju erum við ekki bara fyrir Pílu? Stríma þér? Við þurfum að fara. Þetta er rosalegt. Benni, ertu að horfa á Píluna? Já. Geturðu tekið þeim besta 180 fyrir mig? Þetta er svakalegt. What? 180!
Þetta er sett, Benni að kalla. Kanntu að reikna, Benni? Já. Ok, þú máttu með reiknivél, samt þú vilt. Við getum líka bara verið með svona professional spjald sem reiknar allt fyrir mann. En veistu að ég með eitt áramótaheit í Game TV fyrir 2023. Það er að spila Warzone með Sóla Hólm, talandi eins og Gylfi Ægis og finna stýrið. Já. Og leiðan að stýra. Þú náttúrulega veist hvað það er. Hver er Sóla Hólm aftur? Hvað held að vera geggjað að... Grínistinn. Hann er bestu fréttir í heiminn. Besta bara eftir Hermann. Sáu það? Hann er útskrifaður úr krabbameinsdóttinni. Já, ég sá það. Það er bara frábæra fréttir. Og geggjað nóg ekki. Þannig að ef hann er að horfa, sem að kannski ekki mikla líkur á, ég veit ekki. Við verðum að minnast á það að Kaldarion er náttúrulega pílumadurinn, sko. Já, hann er náttúrulega pílumadur. Það var hann sem að, hann náttúrulega hérna, kannski reddar hann okkur bara hérna aðstöðu hjá pílufélagi Hafnarfjarðar. Það verður gaman að vera með stýrið. Eigum við, ég er að tala að við myndum taka bara innanúrsmót bara fyrst, okkar á milli. Já, ég er til. Ég er mikill pílumadur. Ég elska þetta, sko. Já, það efast ég Óli. Já, ég líka. Ég er mjög lélur sem ég er mjög gaman að. Já, þetta er þetta mjög skemmtilegt. Það er við Devil's Reject, minn maður Smith komin í final MVG og hinu skjánum as we speak. Já, geggjað að vera með þetta báðum skjám. Það er mikið að gera í pílunni. Já, þannig að pílufélag Hafnarfjarðar, mælum með því, það er allavega stýrið góða. Við þurfum að retta okkur svona stýri. Þú þarft að retta þér svona stýri. Ég er svo steikt og ég er ekki svona stýri. Já, sammála. Hvernig væri það? En af hverju ekki að spila Warzone með Gylfi Ægis? Sko, Gylfi kom einu sem í Game TV. Já, ég fór á heimsóttan. Hann er nefnilega sko keppti á Ólympíuleikunum í skotfimi, Gylfi Ægis. Og ég fór á heimsóttan í skotfimi félag Reykjavíkur. Og hann er náttúrulega gamall maður og var náttúrulega maður sem fekk sér í eina tíð og maður hélt hann væri svona skjálfendur og þú veist, skotmarkið kannski 50 metri burtu. En hann neldi bara alltaf við miðuna. Og ég spurði hann, þú veist, nú eru mannstu tímar að tvenna og við drukkið mikið og svona og þá bara heyrist í honum bara að það er bara, ég er alveg fullkomlega heilbrigður, ég er búinn að hafa heilan í spritti bara nánast alla æfina. Það er þetta orður rétt. Já. Þannig að hann sagði að hann bara geymdi heilan í spritti, bara drakk eins og svín og magnaði að sjá hann. Samt er hann bara headshot. Gaurinn bara 60, bara algjörlega, og mætti í Game TV. Það verið gaman að finna þann þátt. Gylfi Ægis í Game TV, það var svona gamall draumi á mér. Ég tróði honum inn. Það kemur ekki óvart. Þetta var raunveruleikur, þar sem ég fekk að prófa byssuna líka og ég var að skjóta með Gylfa. Það var geggjað. En já, Gylfi í Game TV, það var geggjað 2023. Það er markmið. Já, við þurfum að finna. Og þú ert að fá stýri. Já, við erum að fá stýri. Er ekkert nafn á stýri í skipi? Á ég að trúi heiti bara stýri? Tjatið kannski, já. Mér finnst þess að ég er eitthvað nafn á. Það er það ekki til, sko. Já, Siggi G segir að hann geti retta píluþyrstum alvöru græjum. Þetta er tífættir, já. Þetta eru góði menn þarna. Þetta er mjög gott stöf. Herri drengir, hvað hefum við að gera næst? Það er við eigum eftir mím ársins og pakka, sko. Förum við pakkana. Er þetta fyrir Dó? Þetta er frá Kaldarion. Þetta er frá Kaldarion. Og til Dóa. Ok, geggjað. Það er ekki alltaf að lesa kortið fyrir. Jú. Það sjálfsögur, verður að lesa kortið. Ekki segja okkur eins og þú kunnir þig. Ámargi lesa kortið. Það er, ef þú einhver klúrar einhver, þá ert þú. Jesus. Ég lofa þetta betur en tannbusti. Já. Þetta er tannbusti í kassa. Þetta er kassa tannbusti. Hvað ætlar að gera? Gettu teflon eða? Teflon? Hvað er að skýra? Það er listaverk. Það er nýlistaverk. Hvað helst að vera peningur? Helst að Kaldari var að lauma 1000 kalli. Þetta er svo. Hvað heyrðu? Elsku Game TV gengi. Takk kærlega fyrir enn eitt snildar árið af streymum. Þetta búið að vera fjölbreytt og gaman að sjá nýja andlut á skjánum. Gleðilega hátíð og farsælt nýtt ár. Vona þess að gjafir muni skora hátt. Hashtag skora hátt. Hashtag skora hátt. Kveðja Kaldarion. Já, vel gert. Takk. Heyrðu, hvað er að gerast? Ég held að þetta munist skora. Sjáðu, hann er mjög svona handhægur pakkari, hann Kaldarion. Hann er tölvöld betri ég. Já, þú heftar saman plastboka. Ég þurfti að gera það, af því ekki skoða hann í takta upp. Takta upp og ekki skoða. Æ, hvað er þetta? Nei! Leikur Plumber Pets. Og hvernig virkar þetta? Ég held að verði með live stream. Ég held að Dói, opnaði bara. Þetta er svakalegt dæmi. Förum að spila. Plumber Pets. Þetta er svo gott. Þetta er svakalegt dæmi, sko. Það eru Plumber Pets.
Hann var með Óli, annan við pakka. þurfum að fara að gera fleiri bjánulega hluti, þá fáum við gjafir. Já, þessi er til okkar allra. Ok, geggjað. Ef að opna stræk? Já, meðan er að... Heyrðu, þetta er gullsturta. Hvað er að gerast þarna? Gullsturta? Afsakið, Ólafur. Þetta er bönn. Já, það er eitthvað sturta þarna. Heyrðu, ok. Hvernig virkar það? Snýr þessu öfugt? Þetta er spil. Það snýr öllu öfugt. Drengir, sjáðu, þetta er fyrir okkur alla. Eru til í það? Já. Til. Þú til? Fættist þið búinn. Einmitt. Unlocked. Þetta er nú við. Nei, wow. Herðu, er þetta Unlock Escape Room? Heroic Adventure, já. Cooperative card game inspired by Escape Room. 60 mínútur. Dói, svona virkar þetta nefnilega. Þetta er Escape Room. Ég skal segja ykkur aðeins frá þessu. Já, hvað er með það? Þetta er okkar allar besti Kaldi. Ég fór, Kaldi er að vinna í Nexus. Já. Og ég var að spyrja um þetta spil og við fyrir að ræða þetta. Og hann sagði, ég ætla að finna besta Escape Room leikspilið fyrir ykkur til að spila í streymi. Vá, ég er til. Þannig að þetta, Dói, svona virkar þetta. Þannig ég er búin að vera að segja eitthvað sem ég langar til að prófa. Kaldi heyra, hann gefur okkur gjöfuna. Bara hint fyrir næsta ár með kóluna hérna. En þetta er King Kaldarion að hlusta á hvað okkur langar í, hvað okkur langar til að gera. Því ég sagði, við höfum talað um það að spila. Við höfum búin að tala um alltaf deg, að fara í borðspil. Hvernig er þetta barnaleik? Heyrðu, hann er með rafíþróttavesti. Þannig að Kaldi er sérst, já, við þurfum að gera þetta, við þurfum að fara í borðspil, bara hérna, Escape Room. Þetta er þetta geggjað. Heyrðu, eigum við ekki að gera það? Halló, ég heiti Halldór. Heyrðu, eigum við ekki að lofa því 2023, taka Escape Room streymi? Jú. Þetta eru 3 ævintýr í einu pakka. Tökum eitt, byrjum á einu og prófum að streyma því beint. Takk, Kaldi. Já, Kaldi, takk fyrir þetta geggjað. Já, svo sprautast upp úr þessu, þetta er vatn í þetta. Dói, af öllum þarf þú ekki að lesa leiðbeiningar með þessu. Nei. Þú víst. Herru, svo ertu að setja vatn í þetta og svo sprautast á alla þetta. Óli, ég er þetta geggjaður frönsku. Óli, ertu til í að sína hérna bara to the camera hvað þú varst að fá frá Kalda? Já, þetta eru með sko, við erum með Unlock, þetta eru 3 ævintýri, Sherlock Holmes, Lísa í Undralandi og Insert Coin sem er einhvers konar töluleikur. Og við ætlum að prófa þetta, prófa að streyma svona í beinni. Við 4 að reyna að leysa eitthvað Escape Room gæti endað verulega illa. Já, getur ekki endað. Maður downloadar einhverju appi og einhverju stöffi, þannig að við mælum að tekka þessu. Ég er búin að spila svona Escape-leiki. Geggjað stöf, sko. Í spilum? Já, í spilum. Það er geggjað. Þú fekk reyndar einn í jólagjöf, svona Escape-leik. Það sem að þú eyðileggur hann, sko, þú ert að klippa út og begla og gera allt. Þetta er þannig, Er það þannig, já? Ok. Þú spilar ekkert sama Escape-ið oft, sko. Nei, maður getur stundu gefið kannski áfram, en þetta er alveg maður að rífa blöðin og skrifa allt og teikna og í því hvað. Herri, já, það er gaman að, herðu, ég veit, gefðu konunni jólagjöf næsta ári? Nei, núna, hún er ekki búin að fá núna jólagjöf. Hún fekk tannbursta. Nei, hún fekk ekki tannbursta. Hún vildi hann. Gefðu henni eitthvað sultur og eitthvað svona meira. Herri, við þökkum kjærlega fyrir þetta. Kaldarion, hann segist geta aðstofa með Unlock. Kannski fáum við hann sem gest til að koma okkur inn í þetta. Rifimann er að segja gott stórt pókeborð og top-down kamerur allt. Vorum við ekki búin að banna allar svona top-down kamerur? Jó, við viljum ekki það. Það er ræðilega. Það er ekki að neittni líffræðilega ástæði samt. Nei. Og sjáðu pappa og Dóa. Ekki svona! Já. Pappi leiði þér að spila þegar þú ert búin að borða. Erum við ekki að tala um það, drengir, því í sófanum ef við erum með top-down kamerur að fólk geti breyst bara í varúlf. Það er fullt tungl og allt það. Herru, en allavega, þetta var gjafastund. Við þökkum Kaldarion og Sigga G kærlega fyrir gjafinnar hérna í kvöld. Skemmtilega gjafir. Já, en þá er komið að því drengir. Mér finnst svo fallegt þegar svona fjölskyldur fá alltaf spil jólin. Ég saman. Við getum spilað þetta allt saman. En nú er komið tími til að líta öxl, drengir mínir. Og við ætlum að skoða vinsælustu Twitch-klippur okkar síðu, Game TV is síðunar, bara frá upphafi. Þannig að við röngum það bara eftir vinsældum. Bara views? Já, bara views. Þannig að þetta eru topp 5 held ég klippurnar. Þannig ef að Benni okkar allra besti tæknumæður er með þær, þetta eru vinsælstu frá upphafi. Já. Sæl. Það er nót til. Hlutir að ræna. Hvað er lyktin á hárun á mér? Heiðsti, hvað heldur við sem... Ég finn ekki að lykta rusli, mástu. Ég veit. Hvað er það að gera? Það er eina drepa. Það er upp á ljósaspil. Hvað náðu við þessu? Hvað sagðir þú?
Við tökum bara... Ég elska svo að horfa á Óla í þessari klippu. Þetta er það, þegar hann lyftir hendir er það besta. Þið það er mér byggt og er mér byggt. Hvað er það? Þú segir hann hljópar Já, ég myndi segja að þú þarf að taka taka stóran bita. Stóran juicy bita, skilur. Eins og hann í myndbandinu. Holy shit. Þetta er hann hætti bara í þetta. Voru ekki farming sem líka? Þetta var fucking ógeð. Jú, það voru ekki traktor þarna. Alveg vinni þetta búið að skipta og... Vá, þetta er skrítið maður. Getur þú tekið eitt bita í viðbót? Já, eitt í viðbót. Tekið Það var ógeðslegt, sko. Ég var eftir þetta ógeðið. Já, alveg bara upp með mækinn. Ég vil heyra crunchið. Þú ert ekki að fara að melta sko hýðið, það er að fara að skila sér alveg í hilli myndu þetta aftur. Mæ, skilur. Basta bara. Og við þökkum alltaf bara áhörðu fyrir að vera svo duglega að klippa. Gaman að eiga þetta. Það eru til klippur sko sem eru þar 6 ára gamlar þarna inni. Það eru elstu klippunar. Nei, það var sem við sýndum hann það, þegar ég að spila No Man's Sky og finna burkna og það er ekkert mjög spennandi en það er þetta. Það er gaman, skilur. Já, þannig að þetta voru svona vinsælustu klippunar frá upphafi. Já. Þetta er algjör gullkista, það er bara þannig. Ég það er stundum sko, ef ég horfi til mig sá ársmyndbandi okkar í fyrra, afmælismyndbandi okkar. Ég ennþá bara, ég bróðs þetta eyrum því að horfa það. Það er æðislegt vídeo. Öll þessi steik sem við erum búin að gera, sko, þetta er bara svo gaman, sko. Já, þetta var svakalegt, ekki spurning. Og það er fleira sem áhörðu á færtöku, það er líka mýmin góðu. Ég veit ekki hvort það er komið einhver ný mým í kvöld, en við erum alltaf hann lítur að koma eitt svöfu og tryggva mým. Já. Ég heyrist það. Heyrist það sem komið mým. Við þurfum að fá að sjá mýminn. Já, áður fyrir við mým ársins, kíkjum á ný mým. Jesus, það var smá hláturinn þinni. Er mým með það? Við vitum alltaf, annarkvort að við erum skemmtilegir þegar tæknistjórn var að hlæja eða það er eitthvað mjög skemmtilegt að gerast einhvers staðar. Ég dói með teip í klofinu. Það getur verið það. Það var aðan. Ég þarf að svona... Rólegur Jackson. Já. Af hverju sendur þú sjálf þér tölvupóst þess að fá nót? Bara því ég skrifaði þetta í tölvupósti til mín. Þú getur segið þetta sem draft. Já, ég bara sendi mér þetta. Þetta er bara fallegt, skilur. Hver sendir sjálf þessi tölvupóst? Ég sendi sjálf mér bara messengerskilabóð svona ætla, þú veist. Ég hef sagt þér Dói. Svona, ef við vilja fara yfir það, ég sendi sjálf mér flesta tölvupósta af öllum bara. Geggjaður. Á hverju? Þetta segið þetta í draft, sá þér. En á hverju verið að sóa? Guð mér almáttugur. Hvað er í gangi þá? Hvað er þetta? Þetta er mýmið. Hvað er þetta? Hvað er að gera þetta? Ég veit það skytið. Hvað er að skilja? Er þetta Dói? Er þetta sultan eða? Já, það lítur að vera. Þetta er sultan. Þetta er svona, ég var að gera mistök. Er þetta Dói að bíti vörun á sig þegar hann sá mömmu sinna? Ég veit ekki hvað þetta er, sko. Emsa sendi þetta inn, hún var að svara fyrir þetta. Dói Sultan. Já, Dói Sultan. Já, þetta er svona... Er eitthvað fleiri jörmur, eða? Það er eitt sem kom frá Riverman. Já, ég svo mömmu kissa... Nei, það er 22. desember. Nei, þetta er eina sem er komið inn. Ok, við þakkum fyrir það. Það er svolítið á jörmunum, sko. Já, en það er sko búin að koma árið 2022, kom mjög margar jörmur og ég veit ekki hvort Benni sé með þær allar hérna sem eru, við settum inn á og létum setja kostningu þetta á jörmundar. Það fara fyrst svona yfir þetta allt. Já, förum yfir það, förum ég veit ekki hvort að, ertu með einhver anskoti? Jesus Christ. Það hétt Skoran endalausa. Já, þetta er Skoran endalausa, eða Sagan endalausa, eftir hvernig á það litið. Þetta er alltaf svakalega skora. Svo erum við með... Þetta er rosalegt. The Heist. Já, þessi var góð, þetta var alltaf, það er langt síðan þessi hafa komið. Dói fékk barnið þetta ekki myndaðir, þessa myndaðir á samfellu sem að stóða á eitthvað Daddy's Taken eða eitthvað. Var það þessi mynda? Já, það var þessi mynda. Já. Hver gaf það? Þegar ég var veikur á LAN-móti. Hver gaf það? Julian og Vala Pella. Geggjaf. Þú veist, ég hefði verið stoltur af þessu. Já. Bugsarinn maður, Bugsmax, hann kann þetta. Já, þetta er gengið. Við þurfum eiginlega að fara að dusta ríkið þessu gengið. Það var að koma eitthvað nýtt content í online, GT Online. Líka eigum bara hellinga content eftir. Ný story. Við fáðum ekki hæstinn. Nei, það var líka, við fórum ykkur hæst sem voru svo ógeðuslega langt og leðilegt. Við fórum í Doomsday sem er lengst á leiðin leðast á hæstið.
Næsta var náttúrulega þegar þið fóruð í fréttinnar á DVF, það kom inn grein. Já, alveg. Sérsveitur köllu út í heimahúsi Kópavogi. Það var ekki verið að öskra út af tölvuleikjum og eitthvað. Það er eitt svona bara tjatti segir Magga Eski fyrir afmæli í dag, ekki gleyma því, þannig að við óskum henni til hamingju. Já, til hamingju Magga. Já, Magga er náttúrulega okkar allra besta. Já, ok, vel gert, þetta var þetta mjög gott. Svo hérna var tekin mynd af ykkur hérna utan streymist, það sem er lítið ekki alveg eins út. Nei. Já. Þetta er svo óþægilegt. Þetta er hræðileg mynd í alla staði, það er ekkert. Út eins og vondikallinn í Turtles. Það eru 4 hægri hendur, sko. Og ég er með einhverja leðurblöku putta að reyna að gefa, hvað er þetta? Er þetta ekki eins og Michael Phelps? Jú, þetta er eitthvað Michael Phelps. Þetta er hræðilegt dæmi, sko. En finna þér, veit ég að þú getur pullað hann upp aftur, þetta er actually bólurinn að stóa velina. Já, hann er alveg vel. Já, þetta er agaleg mynd, mákvæðan skyttin. Hún er mjög óþægileg. Mjög raunveruleg. Já, hvað var meira í þessu? Næsta var hvernig Dói og Tasty eru tengdir forever og þegar Dói áttaði sig að því. Mér finnst líka svo fallegt að við séum á þeim stæði í dag að það sé í lagi að vera inn í stjúpaðinu. Já, það er bara þannig. Og það er sick, Dói. Új, þetta er setning sem að ég mun aldrei afheyra. Nei, það er bara svona. Never forget. Næsta dag ég skrifaði reynda bara skipulagið. Ég veit ekki hvað það var. Skipulag Game TV Fortune's Keep. Við vorum ekki alveg, það er bara nýja litla mappið í Warzone þarna, sjóræningja-mappið með gullinu. Við vorum áttum ekki gott kvöld þarna eitt kvöldið og svona var skipulagi. Gullinu? Já, maður ekki að hafa litla þarna Rebirth-mappið þarna. Já, þetta gekk ekki vel út. Nei, það gekk ekki vel og við vorum alltaf bara eins og ykkur horters þarna í skipulagningu. Það var hæðilegt. Svo kemur hérna two-parter, það er The Affair. Já, það er alltaf þarna. Oh my god! Jesus! Var ekki gerð hérna stuttmynd? Jú, hann Rósi, yndislegi Rósi. Ég man að hann bað mig að lesa inn, hann bað mig að lesa inn á þetta. Já, mér líka, ég átti að segja Nani? Það er bara í part 2. Það var hann. Dói sann. Oh my god. Þessu endar við. Sjá það eru glaðir, þeir eru báðir ótrúlega glaðir. Á þess að sjóðu hausinn að Dóa í sundlutinni er það ógislega sem við veitum. Já, hérna myndir að Dóa koma upp úr sundlutinni. Eigum við vídeóið? Ég sé að Rósa er í chattinu. Eigum við vídeóið? Mér langar að sjá það. Rósi, getur þú linkað í chatið og ég skal spila það hérna. Rósi er að tísa part 3, sko. Já, hann er að spila Benna, Benni bjóð til. Benni er bara tilnefnd að sjálfa sig. Ég var ekki, ég hef ekki tilnefningar. Nei, það er reyndar rétt. En næst heitir Graveyard, ég man ekki hvað það var. Já, í Hell Það var hræðilegt maður. Það voru ekki alltaf á leiðtúan og það endaði bara svona á dóð. Þú átt svona 80% af þessu. Já. Þetta var líka bara á tímabili þar sem Óli var að ríspóna á 5 sekúndna fresti. Já, það er rassus sem hlustar ekki. Nei, þið hendum mér yfir í annar lið. Já! Ég var breytt. Já, ég var að reyna að finna ykkur og það gekk ekki vel. Hann var svo ógeðslega sár. Hann var ógeðslega sár. Já, brjálaður, ég get sagt það hér. Ég var brjálaður. Það er bara þannig. Sorry, það var að koma nýtt mím. Það var að koma nýtt mím. Ekki komið að eftir. Við slum taka það eftir. Það eru fleiri. Það er eitt að lokum sem heitir Smekkurinn. Já, Smekkmaður. Það er fullorðið smekkir. Made by Spillers for Spillers. Þetta er eitthvað alveg glænýtt. Þetta er vara sem þú þarft á að halda. Já, en áður við fáum nýja mýmið þá skulum bara uppljóstra hvernig þetta fór allt saman. Hvað er mým ársins? Mým ársins er Sagan Endalausa. Sem að held ég, Skoran háa. Já, þetta er mým ársins. Það eru 24% sem kussuðu þetta. Þannig að Skoran og Dóa er búin að fá 2 kryddpylsur í kvöld. Já. Og í öðru sæti hver er pappið mýmið? Er það? Já. Það var þessi hérna. Já.
Já, þetta er sko, salurinn er að tala, sko. Þetta okkar allra besta fólk. The tribe has spoken. Ára syni mínum, hvernig þessi brandar sko. Já. Herri, við eigum nú vídeo af því, við erum ekki að spila það samt. Nei. Við langar að sýna ykkur þetta hérna í boði Siggy G. Helvítið Siggy. Þetta er rosalega. Frábært. Hvað er þið með rimla í kjallanum? Hættu sér. Nei, ég spyr. Já, gaman að því. Já, það eru þið gaman að því. Þetta er sem sagt mýmin og við þökkum enn og eftir áhörðu kærlega fyrir að gera þetta bara kleift. Það voru búin til, ég fór yfir öll mýmin. Ég held að þetta séu svona yfir 100 mým sem voru gerð. Og ég meira örgulega, þegar við tökum bara allt sem var gert í öllum streymunum. Já, 200-300 mým örgulega. Þetta er rosalega. Þannig að við þökkum kærlega fyrir það og kærlega fyrir klippuna. Við erum duglega að klippa áfram því að það er gaman að geta átt þetta inni. Þetta er mjög stór partur af öllum streymum. Og við líka vera duglegri því að fara að gera meir úr klippunum og fara að byrta þar annars staðar. Og jáfnvel að veluna fyrir klippur, drengir. Hvernig var það árið 2023? Velun alltaf verið bestu klippur einhverju mánuði. Ég held að Benni sé með eitthvað upp í erminni einhvern tímann. Þetta er löng ermi hjá honum. Herru, ég átti frí öll milli jól og nýjast. Við ætlum bara að segja að þetta er að loka skrefum. Þetta átti að vera reddi fyrir kvöldið en síðan... Við vorum ekki með giveaway, þannig skiptir ekki. Nei, einmitt. Ég var mjög þakkláttur fyrir það. Já, það er bara þannig. Herri drengir, þá er eiginlega bara komið að því. Það er að velja besta leik ársins. Það er það síðast sem við ætlum að gera hérna í kvöld. Klukkan er alltaf að verða bara 10:30. Þetta er búið að vera tíminn fljótur að líða. Hérna. Og ef við förum aðeins yfir tilnefningarnar á besta leik ársins. Förum bara yfir þá og svo förum við kannski í hringinn. En það er náttúrulega Elden Ring sem var náttúrulega kosinn, Game of the Year. Svo er það God of War Ragnarök. Horizon Forbidden West. Stray, kattaleikurinn. Og Return to the Monkey Island. Nýja útgáfan Splatoon 3, Immortality, Pokémon Scarlet, Gran Turismo 7, A Plague, Requiem og svo er verið að setja Mario Rabbids plus Rabbids, Fortnite nýjasta seasonið, Modern Warfare 2, Apex nýjasta seasonið, CSGO, PUBG, Dragonflight, Apex Legends og Hunt Showdown, Farming Simulator og Sonic Frontiers. Þetta eru svona tilnefningarnar. Hvað fannst ykkur, drengir? Hvað var svona stóð upp úr sem leikur ársins hjá ykkur? Mér finnst bara ekkert annað komið til greina heldur en Elden Ring. Ok. Ég hef sagði God of War, sko. Sama hér. Ég sagði God of War. Já, ég eiginlega sko verða að segja, ég er búin að spila örgulega mest núna Marvel's Midnight Sun sem að kannski ekki besti leikur ársins. Ég er búin að spila mjög mikið. Og svo er ég búin að spila, ég var að tala um Sony-leikina, Last of Us Part 1. Og þessi leikir hafa vel að gert það kleift og ég vil að skammast fyrir að segja ég hef ekki eins og spila God of War Ragnarök. Það er ekki búin að komast í það? Nei, ég hef ekki komast í það af því að leikurinn sem ég myndi kjósa sem besti leikur ársins tók bara upp megnið árunni hjá mér. Ég spilaði hvert einasta sidequest og ég var alltaf bara kláraðan þetta var einhver undnasta tuska bara í veröldinni og það er Horizon Forbidden West. Og það er komið nýtt story content, ég get ekki beðið. Þetta er bara einhver leikur sem gjörsamlega hann tók mig bara, setti mig í spennitrið þá ég var búin að klára hverja einustu fucking side mission og eyði í hann einhverju fleiri undir klukkutíum. Þetta var rosalegt. Þannig ég myndi segja hann. Já. Hann var rosalega góður. Hann var rosalega flottur. Ótrúlega flottur. Ég er eiginlega bara amazed, ég er að muna eftir því núna. Ég kláraði hann ekki. Ekki heldur. En þar voru til að side missionin voru með alvöru svona storyline og það var virkilega lagt mikið í karakterana og samtölun og allt í því að yfirleitt í side missions eru þau oft bara spólur af þann texta þeir eru drullu saman. Einmitt eða pirrar og lendir á þeim óvart eða eitthvað. Já, þú veist, eitthvað þannig. Þú varst að taka questa þegar þú sást það. Já, en þarna langaði virkilega að vita, þetta var eitthvað svona baksaga bak við þetta og ég vil bætti við allsögun. Þannig, mér finnst hann fárlega vel gerður. Og hann líka kom í VR útgáfa á hann núna í febrúar. Verður eitthvað vitið því, Já, við ætlum að kíkja hérna eftir. Já, það fer allt eftir leikinum. Allavega hardverið er bara eins gott og verður í dag með VR. Það er bara í svona high-tech bara eins og verður VR fyrir Horizon síðan þetta? Já, það er komið sér VR-leikur first person útgáfa af Horizon sem gerist í þessum nýja heimi. Það sem ert að klifra upp og ert að Þú svingum og nota bógan og þeir eru með hérna svona triggerinn og eitthvað neginn. Það er langt í PlayStation VR? Það kemur 20. febrúar. Það er bara aðkoma. Það er tvennt sem við ætlum að skoða einmitt sem PlayStation nýjungar hérna á eftir og í endan. En þið segið þetta, ef við förum yfir bara hvað var kosið. Ertu með top 3 kannski? Byrja á þriðja? Já, við fara á top 3. Já. Sko, í þriðja sæti var, má ég sjá, hvað er þetta hérna? Þetta er eitthvað rosalegt, drengir.
Í 3. sæti var Elden Ring. Í 3. sæti var Elden Ring? Já. Hvað ætlaði að gera í því? Það kemur pínu óvart. Já, kemur verulega óvart. Við getum að ímynda sig hvað er nummer 1. Já, þið getur hvað er nummer 2? Hvað giskið? Ég ætla að giska þessi God of War. Nei, God of War hlýtur að vera 1. Hvað segir þú? God of War nummer 2. Horizon. Hvað var, ég ætla ekki að ská á Horizon. Horizon í öðru? Nei. Það var Modern Warfare 2. Hæ? Það er svo mikið sorg í augunum á Óla. Hann er bara, ég er að hósta þetta. Nei, ég get sagt ykkur, ég held við ekki eins og sett hann á listan. Jú, kannski sett hann á listan. Já, við settum, hann var á listan. Já, ok. En allavega, þú veist, hann er í öðru seti. Ok. Yfir leik ársins? Já, þetta er alveg góði leik. Mér storyline, mjög gott í honum. En málið þarna, ég fíla þetta. Þetta er ekki Warzone. Mér finnst People's Choice oft meika miklu meira sens heldur en Critics' Choice. Já. Eru við critics? Nei, við erum það ekki, en þú veist, Game Awards eru critics, skilur við. Þú veist, og til þess að vinna það er svona, þú veist, eins og að vinna Óskarinn, þá áttu að vera með einhverja svartkvíta þögla mynd Þetta var Modern Warfare 2. Það var ekki Warzone 2. Nei, Modern Warfare 2. Modern Warfare 2. Og ég meina, hann er, þú veist, alltaf bara eins og allir Call of Duty-leikir. Ég var bara að fá geggjað hugmynd. Af hverju, gerum við bara gæta álega að við gefum leiknum sem að vennur hjá okkur, leikur ársins, kryddpilsu, sendum bara kryddpilsu á gæjana. Já, það er alveg til. Við gerum það. Straight from Þá erum við actually orðin verðluna að finna ykkur allt. Já, það er nákvæmlega. Þurfum við þá að gefa gullpúða kryddpilsu. Sko við gerum þetta í pittinum, sko. Þar erum við með gilda bíhundin, en það er bara svona blaðrátt, við tímtum ekki að láta gullhúða eitthvað snið. Nei, það er rándýrt, sko. Bara gullhúða blaðra. Já, en gullhúðum. Því að það er líka meiningin sem skiptir máli. Ekki eins og í jólagjöf undir konuna hennar. Og ef að meiningin var hún væri með bad teeth, þá er þetta ekki rétt stærð að segja. Gleymum því bara, við getum bara að senda þetta tölvupóstum á svona leikiframleginn og næsta verið, við ætlum að gefa leiknum eitthvað velun, þá ætlum að koma þetta í Íslands og svo gefum þeim pilsu. Já, það er miklu meira næs að koma og fá bara, þú veist, bara einhverja góða rauðvinsleikna kryddpilsu, skilur við. Já, þetta er geggjað. Sem er ekki svo borða ég bara með, eða bara pítsu. Já, ég held að við á næsta ári bara steppum upp okkar leik og verðum með velunagreipi sem við sendum síðan bara eitthvað. Picasso. Já, eða ekki. Allavega, já, menn segja, tjatti segir, Modern Warfare góður Warzone slagur. Þannig að, þú veist, ég get alveg keypt. Já, ég er að kaupa það líka. Muni, þegar við fórum í hann, ég sagði strax bara, ok, það er eitthvað næst að spila. Það var skemmtilegur. Hann er nice to play, sko. Já, algjörlega. Hvað er að gerast hérna? Hann velunar hittning, skilur við. Hvað er þetta? Hvað var það? Þetta er einhver... Nei. Uppáhaldsmyndir og hvað er. Heyrðu, en við vorum aðeins að Lennur ekki vera með þetta þegar Óli tilkynni við ætlum að senda ykkur sem vann kryddpilsuna þá Hver er leikur ársins? Já, leikur ársins er sem sagt á God of War Ragnarök og ég get ekki beðið þetta að spila Já, ég prósentar Þannig að sko, eina sem er gott við að ég eftir að spila God of War Ragnarök og svona storyline leiki öfugt við online leiki að hann er miklu betri núna heldur þegar hann kom út Já Ef maður bara rössaði að spila hann þá hefur verið margt gallað og búið að refæna það núna En það gerir maður náttúrulega ekki með online-leiki, þá missur af. En þannig að ég er eiginlega mjög fegin eigan eftir. Já. En sko, 37% völdu God of War sem leik ársins. Já. Í öðru sæti, þetta munur alveg miklu, við erum 16,5% Modern Warfare og 13,4% Elden Ring. Þannig að sjáu, þetta er alveg yfirburða sigur, myndi ég segja. Ég er með eina spurningu ykkur strákar. Já. Á nú lokum leik ársins. Já. Af öllum leikunum sem við spilum, og nú er ég ekki að meina hver að best raukahanlega, í hvaða leik hlóum við og skemmtum okkur mest? Ég held að svari koma óvart. Já, ég myndi segja Gang Beasts. Nei, fuck nei. Gang Beasts. Það er bara, þú veist, Goat Simulator. Við lífum svo einelti. Goat Simulator mögulega. Já, ég held að við leiði bara ógeðslega mikið í Goat Beasts. Ég held í alvöruna leikur ársins í Game TV. sé Golf with Friends. Já, Golf with Friends. Já, Golf with Friends, já. Við erum búin að skemmta Guðli húnur þetta. Ég er alveg sammála því. Hann er mjög góð. Það byrjar á svona bullborðum. Já, sumur voru alltaf bara við þurfum að kaupa okkur expansionin, þá koma skemmtileg borð sem eru legit. Þetta var bara djöfla síðan. Já, Devil Sea Jack segir Gang Beasts eða GTA. Já, GTA er náttúrulega var líka alveg Við verðum að fara með missionin, eins og þegar við vorum búin að vera heilt kvöld og ég Svo þetta Dói búin að reyna að fá okkur aftur í roleplay núna í svona 15 mánuði. GTA roleplay. Það var að gerast. Anaconda verður að koma með Ég er ennþá því að Anaconda má bara vera einn á streyminu. Ef það kemur alvöru emote spam á Twitch þegar gefum okkur feelingin fyrir hvort þetta sé raunverulega svona hitt. Ætlum að henda í Elsku Anaconda maður. Man einhver eftir Anaconda?
Oh my god. Herri, það verður að spila þetta með Marvel Midnight Sun, ég hef bara sagt í uppáðu, þetta er bara eins og XCOM leikirnir. Spiluðu ekki XCOM leikina? Nei. Ég spilaði XCOM 2. Þetta er bara svona turn-based turn-based bardagleikur. Þetta er eins og að spila skák með Marvel karaktera. Það er rosalega. Byrja spammið. Já, spammið. Það var 3 sem... Nei, ok. Það er smá delay, sko. Smá delay, sko. Ok. En hérna, ég held í alvegni að ef þið nennið því, þá gæti það verið eitthvað the best. Já, við gerum það. Það eru nokkur svona áramóta hitt. Við tökum roleplay streymi. Já. Við tökum svona escape room streymi. Fáum Sóla Holm sem Gylfa Ægis í Warzone. Ef hann er fá Gylfa Ægis. Já, fá Gylfa Ægis. Hot top streymi með Helm Eagle. Já, nei, það er rosalega. Akkur ekki? Jú. Já, við sjáum til. Já, gerum eitthvað. Allavega. En hérna, já, þetta er semst leikur ásins, God of War Ragnarök og svona í restina. Já, setjum hana aðeins á. Þið eru búin að vera að spila hann allir, eða ekki? Jú. Eru búin að klára hann, eða? Ég er ekki búin að klára. Ég er komið lengst á okkur. Ég er ekki komin í tóla svo langt, sko. Ég er komin svona, 30% eftir 40% sögur. En þetta er náttúrulega mjög episki leikir og mér skilst, sko... Það er að koma þættir? Já, koma þættir. Einmitt var ekki Amazon að greenlighta þættina. Svo er náttúrulega 2 vikur í Last of Us þættina, drengir mínir. Það held ég að verði eitthvað mesta sjónvarp bara í sögu svona tölvuleikja sjónvarp. Ég meina það er bara að leggja svo mikið í þessar sögur að auðvitað. Ég held að verði geggjað dæmi, sko. Þetta er svo flottur leikur, sko. Ég er klar að það er engin spoiler þarna fyrir mig. Ég er búin að spila í gennum allt sem ég er búið að koma. Já, ég líka. Þetta er geggjaði leikir, sko. En hvað ætli gerist næst? Við hefum ekki búin að klára hann, en hvað ætli gerist næst? Hann fór náttúrulega eins og gerði þessum Assassin's Creed. Þeir fóru úr grísku goðafræðinni yfir í norræna goðafræði. Hvað ætli hendur honum eitthvað bara... Hvaða goðafræðir eftir, sko, það er stór spurning. Það verður bara samúræi næstu. Eða svona eitthvað egypsk. Ra og eitthvað. Það var í geðveikt. Anubis og bara... Það var í geðveikt. Það gætir þetta dottið. Það líka hefur komið vísun sko í það í fyrsta, eða þú veist fyrsta þar að segja nýjum God of War, þá kom svona vísun í all hinn relminn sem voru í þessu. Já. Þar var hérna einmitt gríska, þar var þetta og svo var líka egypskja. Þannig að það er alveg kanon að þetta gæti farið í það sko. Já, það er þetta geggjað. Já, það ekki næst. Það væri ógeðslega gaman. Fyrst erum við búin að gera þetta. En Benni, fyrst að þú ert með okkur hérna, hvaða leik, varstu búin að segja okkur hvaða leik þú fílaði mest eða? Árunni? Ég held að það sem standi upp úr þetta mómenti er í rauninni God of War. En nei, reyndar, leikurinn sem ég hef verið að leggja langmestan tíma í er Apex Legends. Já. Fyrir mig er það bara, nýjasta seasonið er að mínu mati bara það skemmtilegasta. Er þetta að kalla það bara sem leik ársins þegar það kemur svo nýtt season? Hvað segir? Ég held að... En ég meina, þú veist, hver er svo tölum að, þú veist, ef Warzone 2 er nýleikur, þú veist, verður Fortnite þó aldrei nýleikur? Ég segi það, jú, kannski. Já, það eru margir sem tilnefndu það ekki Fortnite nýja seasonið og eitthvað svona. Og Apex líka. Já, það var líka Apex, það var einhver sem tilnefndi CS líka, sko. Já. En myndið þið segja þetta væri ætti heima þar? Já. Nýtt season? Já, sem bara nýr leikur. Ef það kemur stórt upp þetta. Já. Jafnvel ekki. Þetta er svo oft bara ekkert, bara að breyta byssum og... Ég meina til dæmis eins og Fortnite og Apex, þú veist, þeir eru að eigða þvílíku fúti að búa til ný möpp og vera bara almennt ótrúlega mikill metnaður í að, þú veist, að gera nýtt content fyrir leikinn, þá myndi ég algjörlega að segja að þetta ætti heima í flokknum allavega. Já, algjörlega. Ég er sammála. Já. En hérna svona í restina, því við erum búin að fara aðeins yfir hvað á næsta ári, fullt af góðum leikjum að koma út 2023, en ef við kíkjum, Benni, þú rennir kannski í klippunni í síðustu sem er svona, við vorum að tala eins um PlayStation VR. Já. Því að árið er að byrja vel hjá PlayStation, það er að koma Edge stýripinnin. Já, ég er enda að hendi í VR fyrst. Já, byrjum bara VR, það kemur í lok febrúar, það er bara stutt í þetta. Og þess að sjáu, það er búið gjörbylt að stýrigræjunum hérna. Það er ekki að keyra með myndavélinni og move-pinnunum eins og var. Þannig að þetta er svona bylting í því sem að þetta er Horizon. Ég hefði mjög mikið áhuga á að fá mér PlayStation VR 2 að segja. Já, það virðist vera mikið spenna fyrir þessu. En hvað með VR? Hvernig eru þið? Ég meina, þú varst mikið að spila VR. Já, og er enn. Já, þegar ég held að það sé geggjað að vera í Horizon heiminu. Já, ég er spennt fyrir því. 4K HDR display, þetta verður eitthvað svaðalegt. Ég keypti mér náttúrulega HTC Vive bara þegar það kom út. Já.
og ég held að leikurinn sem maður einhvern veginn, þú veist, það alltaf einhvern veginn svona einn leikur sem maður dettur alltaf í og það Beat Saber. Já, það er alltaf skemmtilegur. Það bara besti VR-leikur sem hefur verið gefið út. Já, ég er sammála. Ég elska hann. Já, algjörlega. Það elska hann allir. Já, það gerir það sko. En ég hef líka farið í, þú veist, það aðrir VR-leikir sem eru bara svona ganga kannski meira út á immersionið sem að ég er svolítið spenntur fyrir þessu út af. Þú veist, til dæmis svo Half-Life Alyx. Já. Að stíga inn í þann heim er rosalegt. Horizon. Ég meina, einmitt, við vorum að tala áðan þessu okkar Avatar MMO. Ég myndi ykkur að vera með eitthvað því að það var eitthvað rosalegt. Það er Resident Evil Village, sko. Fyrstu persónu leikur. Það er eitthvað geggjað. VR horror, munið eftir mér í Blair Witch leikar. Þessi er vist svakalegur, sko. Horrorleikir í VR er eitthvað sem ég get ekki. Það er erfitt. Sjáðu, þarna kemur svona, þú veist, eins og þú eru að draga hérna bógan og þetta er djúsi. Þannig að ég er mjög spenntur fyrir Vitum við eitthvað hvað þetta kostar? Er þetta komið hérna á Íslandi? Já, sko, með við bara þau verð sem eru gefin ælendis, þá er þetta bara jafnvel aðeins dýrar en í tölvunum, sko. Já. Allavega í kringum það verð, já. Og svo í lok janúar, núna bara á næstu vikum, er að koma önnur nýjung fyrir PlayStation 5, en það er Edge stýripinnin, þannig að Sony er að koma með sinn nýja útgáfa DualSense pinnanum. Það sem er með back buttons og fleira stöf. Þannig að þú getur skipt líka pinna og... Já, ég sá þetta lítur alveg vel út. Þetta myndi örugglega gera hérna alla þessa gæja sem Dói hatar að spila mótið aðeins betri. Já, 100%. Það er svakalegt. Það er agalegt að lenda í því, sko. Allir þessi gæjar eru nú þegar með þetta. Sjá þetta back button dæmi, ég elska þetta back button, það er alltaf fáralega gott, sko. Þannig að þessi ég meina þetta getur verið gaman að fá nýjan pinna. En þetta verður náttúrulega alveg rándýr kvikindi, það er bara þannig. Já, er þetta ekki alltaf? Getur minkað dead zones þarna á triggerunum og þetta er bara... Mér finnst triggerarnir á PlayStation 5 hafa verið mesti game changer við PlayStation 5. Já, það er náttúrulega rosalega. Til dæmis að spila Horizon og skjóta þessum boga. Já, finna hvað við herfiðist á bóganum. Bílaleikir til dæmis eru eitthvað svona hægt að kera á fjastringum með þessu. Já. Þannig að þetta held ég að sé verið bilding að fá þennan. Þetta er bara fleiri takkar og svona, þetta er bara maður þarf á að salta. Hvað er þetta? Þetta eru svona profiles, þú getur haft einhverja 4 profiles mismunandi hvernig takkarnir eru mappaður upp og svona. Bara sensitivity og eitthvað. Já, kemur í svona fallegri öskjum að þetta verður agalegt lægir. Þetta er sérst að koma í 20. janúar. Þetta er líka Charger? Já. Vá, það er sniðugt. Og svo ertu með VR-ið þá í, sem sagt, þetta er 2015, nei hérna þetta er í lok janúar og hitt er í lok februar. Þannig að það er allavega PlayStation árið byrja vel. Þú ert þetta komið með 2 nýja jólagjafir fyrir konuna. Já, nákvæmlega. Sem þú getur notað síðan. Já, þú átt síðan. Ég augljóslega myndi ekki gefa henni eitthvað svona, því það var svo augljóslega að ég myndi byrja að nota það. Já, það er það. Ég alvörunni vildi að myndi fá þetta úr og tannburstan, en þú veist, ég ræði ekki að síminn virkar ekki fyrir þetta úr. Fá þetta úr og tannburstan. Hún fíl ekki tannburstan. En drengir, þetta er búið svaðalegt kvöld. Klukkan er bara korter í 11, þetta er kvöldið sem aldrei hætti. Right on time. Right on time. En hvað segir drengir, hvað eru þið spenntasti fyrir núna, 23? Ég líst mjög vel á Baldur's Gate. Ég spila Baldur's Gate fyrir svo mörgum ára, þegar voru á 5 eða 6 diskum. Hann var á 6. Ég vissi ekki að vera spenntur fyrir þessu leik, en það var hann ég er búin að glemja hvað hann heitir, sem við vorum að horfa hérna áðan. Chuck Norris? Já, með Chuck Norris. Hvað heitir það þurr? Ég man ekki eins hvað heitir, en hann er glæð. Crime Boss. Já, Crime Boss. Crime Boss. Þetta skýtlokkaði. Þú ert alltaf með Vanilla Ice, Chuck Norris og Danny Glover og Michael Madsen. Þetta er bara bull. Alla bara í sama leiknum. Það er expandables í tölvuleik. Já, þetta er bara fáralegt, þannig að þetta verður gott og gjöfult leikjár þegar Chuck Norris er orðin eina aðalheitum. Hann er bara líka snemma, hann er í mars. Mér langar að vekja aðtekli á okkar eigin Sanni Rosenkrantz hefur staðið undir væntingum og hann hefur provætað okkur við vídeói. Æjæjæj. Gott að enda á góðu vídeói. Það sé að geti ég ekki gert hérna svona. Já, þetta er svakalegt. Þetta verður eitthvað. Dói, heldur það viti? Let's get it started in here. Let's get it started. Let's go, baby. Hvað er það fucking ske á þessu vídeói? Þetta er rosalegt dæmi. Já, hérna. Og svo kom hann líka með náttúrulega framhaldið. Hæ? Þetta byrjaði á einhverju þvílíki.
Hvernig sagði ég þetta? Oh my god, sko. Takk fyrir gærkvöldið, Dói-san. Hvað með hann? Nani? Þetta held ég, alla fyrstu klippunar eru úr streymum. Þetta svakar. Sökketeisti, þú sagði það þegar þú fórst inn í hann. Já, þú hefur sagt þetta nokkru sem við, sko. Þegar þú fórst inn í hann, þá öskraði þetta. Oh my god, ég var búin að gleyma þessu. Herru, fólk að byggja meira, þannig að Rósinkrans, þú tekur þetta bara til þín. Fólk vill framhald. Það er svo erfitt að skilja fólk eftir hangandi líka. Hvað gerðist? Það veit enginn. Já, við verðum að fá næsta part, sko, til þess að allar framhald á sögunni, endur sögunum bara... Það er að loka hringnum. Það er ekki að láta fólk skilja fólk eftir hangandi. Það er enginn með tvíleik í dag, það er alltaf þríleikur. Já, það er alltaf þríleikur. Það er alltaf svakalegt. Við erum alltaf bara að kynna til sögunar 3 af 4 meðlimum Game TV, þannig að það er aldrei að vita hvernig Óli kemur inn í þetta. Já, herru, þetta var komið gott að þessu. Já, það er ekki tvíleikir. Það er enginn í þríleikjum lengur, það er það ekki? Nei. Það er gamla góða trúbárspurningin. Þetta var eiginlega hálfgerður forleikur þarna, þannig að við hefum kannski að sjá þetta var rosalega. Herri drengir, ég held að þessi bara komið okkur í kvöld, leikur ársins, God of War Ragnarök og við þökkum kærlega fyrir allir sem tóku þátt í valinu á þessu með okkur. Kunnum vel að meta það, tök fyrir öll mýmin og klippurnar. Við vekja athygli hérna á leynilega hjálparanum sem er búin að sitja hérna bak við mig hérna og fylgjast með mér. Já, við erum búin að vera með dyravörð, við erum búin að tæknimann, við erum búin að vera með bara fullt af staffi. Maður sem tók á móti mömmunni. Já. Og fylgdi út. Já. Þetta er alveg Jerry Springer style, sko. Við erum með dyraverði og útkastara. Okkar allra besti Yankee Doodle. Og við erum með innkastara líka þegar fólk vil ekki koma. Þannig að, já. Þú erum með innkastara? Já, ég þurfti að nota það mikið. Það er ekki alltaf eins og fólk hafi sópast af mér. Þannig að ég hef verið með innkastarana. Hérna, en allavega, drengir, er ekki bara spennti fyrir árunum framöndan? Jú, mjög spenntur. Þannig að það er roleplay, það er meira golf with friends. Já, Gylfa Ægis. Game TV hitting. Game TV hitting. Herjá, hvernig er það? Við vorum pæli í samvinnu að rýna, vera hérna með pub quiz nema árunni jafnvel eða bara eitthvað hitting. Þannig að fólk bara endilega mæta, við látum vel vita því. Og svo minnum við bara á að fullta efniðin á YouTube rásin okkar og raunin bara Game TV dagskráin er formulega hefmíðast aftur eftir jólin. Jólafrí. Þannig að við þökkum bara kærlega fyrir okkur í dag. Takk fyrir mig drengir, þetta var gaman að fá að sitja þetta með okkur í kvöld og vera í góðu gýr. Já, en núna þurfum við samt að fara að koma okkur heim og spila töluleik. Já, ég held það. Ég náði ekkert að spila jólinn, sko. Er það ekki? Nei, bara ekki neitt. Nei, það er sorglegt. Já, ég veit það. Ég er búin að Dwarf Fortress að fullu það bara geggjað. Já, það? Það er svolítið dóalegu leikur. Það er mjög dóalegu leikur, já. Já, þú konstant ekkert með hans sem svona einn af bestu leikinum með. Hann kom líka út. Nei, remake kom út núna. Já, ok, hann er alltaf leikur frá 2006, en remake kom út svo sem. Já. Spilaði þú eitthvað jólinn? Ég spilaði ekkert voðalega mikið. Nei, nákvæmlega. Fór aðeins í God of War, ég er ekki búið með hann. Nei. Ég þarf að fara að klára. Já, þannig að við ætlum að drífa okkur heim að fara að spila og standa undir nafni sem Game TV menn. En þökkum kærlega fyrir kvöldið. Takk fyrir. Bless. Bye.